Það góð spurning hjá strákunni Mötley Crüe. Are you ready now? Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 13. nóvember. Wow, ég var bara að fatta það núna. Það 13. nóvember. Það vesen. Kannski útskýrir skapið sem maður í. Nei, við ætlum að reyna að gleyma þessu í smá tíma. FN95 Blöður hafi göngu sína á þessum ágætis föstudegi hér á Íslandi. Það var leikur í gerð. Ég ætla að fara beint á fyrirliðan sem situr mér á hægri hönd. 2020 heldur áfram að gefa, Egill. Já, þetta búið að vera frábært ár. Versta ár sögunar, það rót að segja það. Og ég held að aldrei fá jafn leiðilegt ár. Þannig að það svona jákvæð einhvern veginn. Já, maður spyr bara eins og góður maður einu sinni þegar hann var komin heim og að hitta konu sinna vel í því. Hvenær no? Hvenær þetta búið þetta drasl? Já, ég hugsaði að það var 85 mínútur á klukkunni í gær og ekki næsta sumar. Ég að fara á EM. Og eftir ömulegt ár. Við ætlum bara að tala um hennar leiki fyrst einn komi. Af því að svo bara gleði. Þjóðin þarf gleði núna sko. En síðan kemur einhver heppnis, eitthvað báns af sköflugnum á Kára og dettur inn fyrir einhvern ungverskan trúð og jafnar. Þetta hversu mikil fucking óhefni. En þetta var strákarnir fannst mér standa sig vel. Já, og líka bara þetta lið, veist, það ótrúlegt að Ísland sé búið að fara á 2 stórmót í röð, næstu í 3 og næstu í 4. Það gleymist stundum, við vorum næstu í að HM í Brasilíu. Það munaði einu leik þar líka. Já. Það bara hann, við þurfum bara að taka þetta á kassan og halda áfranga. Það getur ekkert, ég hata þessu umræðu að fólk sé að partí sé búið, það að byrja. Líka mikið af greislingum að koma upp sem eru mjög talented sko. Já, það allir hlustaði fyrir 9 blöður. Það þarf jákvæðni núna, já, það hárið rétt ári. Ég veit fyrir víst, ég ætla að senda kveðju á besta landsliðsmarkvörð sem við höfum átt, Hannes Þór Halldórsson. Það var geggjaður þessu leik. Hann var geggjaður og ég veit að hann að hlusta. Hann sagðist þurfa áfalla hjálpa eftir leikin, en ég lofa hann kveðju og mjög fyndið, vorum allir saman í spjalli, ég, Egill og Hannes, og Egill skrifa orðrétt: vá hvað þá eftir að hugga hann að fá kveðju frá þér í þættinum. Hvort sem það huggaði ekki, Hannes, hér kveðja til þín, úr snillingur. En herru, já, ég glemdi að kynna inn dýrasta leikmann FM95 Blöð. Glemdi Vassbjörnum? Já, Vassbjörn hérna á minni vinstri hönd. Steinþór Róar Steinþórsson, hvernig ertu? Ég fróðandi góður og fyllandi fítni í dag. Já, náttúrulega svona leikir hafi ekki mikil áhrif á þig og okkur sem að fylgjast með fótbolta. Nei, en sko málega að þetta Ég spurði Steindaðan, nú við erum ekki að ljúga, við hittast alltaf fyrir það áttu, erum að preppa. Ég spurði, hvernig ertu? Ég bara góður maður, ég bara, já, ok, ertu ekkert pirraður? Yfir, hann fattar ekki eins og ég var að tala um leiki. Hvernig hægt það svona heimsku? Ég bara, kannski landsleikin? Nei, að segja ykkur þess að málega það, þegar svona hluti gerast, eins og með leikin í gær. Hann gamer. Þá nei, bara leikurinn. Hann hefur verið pirraður, hann dáist nefni í einhverju borði. Alls ekki, leikurinn búinn. Það ekkert sem við getum gert í því. Og þá bara fínt líka bara að skilja við það þannig og halda áfram. Það bara svolítið erfitt. Já, ég ekki svona gæi sem að fara að vera í fílu í marga daga. Ég nenni því ekki. Nei, það gengur ekki, en maður ennþá að melta þetta í dag. Það verður bara viðurkennt. Við ljúgum ekki að hlustum. Það var bad beat sko, þegar eitt að fá þetta í öfnunarmarka. Það hefði verið skárra, hefði þeir bara verið 2-0 yfir allan leikinn og maður bara, oj, hvað það var lélegt. Já, en ég ætla að taka þetta gat ekki verið verri. Ég ætla að taka undir samt hjá þér. Hann svo geggjaður í leiknum og stórkveðja á hann. Og liðið, málega það, íslenska liðið spilaði bara þrusu bolt í gær. Þetta eru 2 moment þarna. Þetta skrifast ekki á neitt og nú ég ekki ykkur fótboltasérfræðingur eins og allir vita. En það eru margir sem eru hérna, jú, ég spilaði nú mikið fótbolt í gamla dag, já, það verður nú ekki tekið af mér. En það voru margir svona, svo sér maður alltaf einhverja vælubóka sem eru hérna, þú veist, hefðu ekki átt að nýta skiptingarnar og blablabla, þú veist. Það alltaf að klína á eitthvað. Þetta var bara hárrétt spila. Kári, geggjaður Raggi, geggjaður Aron Einar, geggjaður Gylfi. Það voru allir. Þetta eru þarna einhver 2 ógeðsleg moment. Svo var þetta one way traffic á okkur fyrsta korteri. Ég held að verðum að vinna bara 3-4-0. Þetta eru bara 2 lið sem eru bara nokkuð jafngóð á svipuðu levelinni. Er þetta ekki nokkuð svipuð lið? Við erum bara hreinskil. Já, við erum bara mitt faglega mat, við erum betri. Já, og þetta datt þeirra meina í gær og þannig það bara. Já, COVID aðeins að stríða okkur. Það munar líka aðeins sko að tvífæri minn, my captain, hversu ákveðlega mikilvægur leikmaður. Hann fór út af maður. Ég var eftir að hyggjaði vel frekar að hafa hann annar löpputan inn á hann að skipta út. Ég alveg saman á því, því hann var að stjórna þessu bara eins og Herfór. Hann jafn mikilvægur í kjaftinum og niður í löpun. Hann er rosalur. Hann getur verið skríðandi að einhvern veginn, stjórnandi mönnum. Skríðandum parketti eins og Steindi bara. Það svolítið hann. En svo líka svo vandís. Þetta myndi mig svo á, ég á 2 svona moment. Í gær, reyndar var hitt momentið öðruvísi því þá var ég orðin fullur. En eins og í gær, ég að horfa á leikinn, ógæðslega stressaður. Það hjálpa mér aðeins, Gylfi skorar hérna og maður líður aðeins betur.
Svo stressið svo mikið að ég var komin í jólatúborgin viðkynna og þegar nei, ég lík ekki að hlustendum ég endaði 3 þegar það hefði verið fleiri það er a tad já, það er a tad Lloyd 3 jólabjóru bara já, ég er að klára 3 þegar jöfnunumarki kemur já, ég bara, oi svo kemur ógið 2-1 þegar leikurinn var búinn Rakel, kona mín, er svona á svipum stall og ég, hún er ekki sama nöttkessi þegar kemur að United og íslenska landsliðum, hún fer ekki að býta sig eins og ég gerir þegar við töpum en það var allt dautt í sófanum hjá okkur og ég var bara aðeins komin í það, ég bara svona, hvað ger ég núna? Ég nefndi ekki að horfa á neitt mér langaði, við töluðum alla saman í sófanum það endaði með því, ég horfði á Georgíu Makedóníu og hann var ekki eins og beinu útsendingu Vá hvað staðan var öðru sig á mér leið og leikur á búinn, þá hendi ég mig live já, þér er drullu sama þú fer bara í tölvuleiki að dett í það með viniðinum og við eigin þetta satt í okkur Það auka tekið orð bara eftir að við fengum mark 2 það var eins og mér, ég er ekki að grínast það var nákvæmlega eins þetta var hræðilegt Já, en veitu þið hvað? Við ætlum ekki að væla ok, nú erum við búin að rasa út Góðu fréttin eru þær að það er komið föstudagur, nýr dagur FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína og við erum og landsliðið á ferðalagi, þeir þurfa pepp núna og þeir þurfa góðan þáttarakur, við þurfum að láta á að brosa það er bara þannig. Ég líka að ég get satt þeim, strákunum, ég veitur allar hlusta eftir ömulega leik ég er huggið eitthvað það ekki ömulega leik, ömulega úrslit Já, ég meina það, ömulega leik, hún meina bara hvernig dendaði Þeir eru ekki að vinna á lager núna Þeir eru ekki að fara að vakna á morgun, stimpla ykkur inn fá töð frá yfirmannunum Við það verður ekki meiting klukkan 7.55 hjá þér Jú, ég er bara að senka þess Þeir eru aðtunum minni fótbolta, þeir eru nóga pinningum Hannes er að koma heim og er að fara að leikstýra bestu kvikmynd allra tíma á Íslandi Leynilökunni, þannig að Hannes við býðum eftir En svo er það ekki bara þeir sem er að ferðast núna út allan heim Það er náttúrulega fyrir utan, það er trafík hérna fyrir utan Og svo fengum við skilaboð frá Aroni handbolta landsliðsmanni Hann er í 6 tíma lest Pál Marsen Og hann heimtaði góðan þátt Hann baði strákan en please bring your A-game Ég er í lest í 6 klukkutíma Það er útileikur á Barcelona móti Puente Genil sem Guð veit hvað er Puente Genil smær, hver er hérna það er, þeir eru sterkir Hann er 6 tíma í lest og við ákom að ég sagði að sjálfsög fæðir hann að sjó við fengum okkur 2 jólabjóra hérna fyrir þáttinn og erum í gýr þannig við ætlum bara að rífa þetta upp fyrsti var erfiður en við verðum í stuði í dag engar áhyggjur við höldum að bara í frí á morgun við getum ekki með comedy núna þarf fólk comedy Ertu ekki sammála? Jú, og það er rosaleg ammæliskveðja frá FM 95 Blöðmönnum Það er Sverrir Bergmann Magnússon Svessi á ammæli dag Svess to mouth maður Þetta er stór ammæli Þetta er stór ammæli Hann er eins og albesti Svessi, hann er líka hlusta, hann sendir mér náðan Þannig að við sendum rosalega ammælisköði þangan Ég sakna Svessa Nei, það finnst mér ólíklegt Það er svo langt sem ég sá Akkur aldrei Anywhere in the World með Ensvess Þetta með landakös og okkur fyllibit Já, sko, málega er við Svessi erum að spila Svessi ekki nógu góður fyrir lengur? Jú, við erum að spila sikkert leikin Hann er Jóttur að vera í leiki þinn Hann er búin að prófa hann og fílar þetta ekki En sko, málega er að ég sakna Svessa Ég segja þessi hópferð F9 blöð hópferð til Njarðvíkur Til AC Þetta er Njarðvíkur Þetta er með sem mæta upp til AC sko Eila Sko, ég held þegar ég var á leiðinni heim í handónundi leigubíl og var hálfur út úr bílnum svo lítill í mér að ég náði ekki sentimeter ég myndi aldrei fara aftur til AC eftir COVID ég var í til í það núna Ég sem ógætt að leigubíl Það var ógætt þegar þú varst í ræktinni að segja blandi á hvern ertu og ég var á leiðinni heim eftir 4 daga fyllir í þessari ógæðslegu skítahólu sem Atlantic City er það var ég lítill, ég þótti spila með eitthvað góða ég er ágættur, sérðu bílinn sem er í innst inni langaði maður að segja bara, mér langaði bara að út úr bílunum Ég er ekki að tjóka Ég myndi að kirkja Höfrung fyrir að vera núna á rúletabóri í allir síðan Það er bara COVID en okkur ekki það bara farið til Vegas Mér er alveg svona hvað ég er Herru, svo er annað sem gæti nú hjálpað íslensku þjóðinni 70 mínútur eru konur á marathon Fyrstu 7 þættirnir Það er high quality entertainment Já, fólk getur hlegið því eftir þennan landsleik og það kom inn bara á miðnætti í gær Ég veist ekki, ég held að kem inn í hádeginu Þetta er gamla góða efnið Hvað kostar fyrir en almenna lagartrúð sem er að hlusta að fá aðgang að marathonum? 3 og 9 Það er bara mjög sangjant Þetta er bara klink Það er svo fyrir 2 í bíó Er það ekki að gefa þetta? Já, málega þetta er gullkista af íslensku efnið út með allar íslenska sjónvarserjur bara frá upphafi nánastandinni allt HBO-dóti, bíómyndir Þetta er risa efnisveita og
70 mínútur í dag, Eurogarun á mánudaginn. Já, herru, fyrir utan það Eurogarun dettur inn á mánudaginn, þannig að það veislað. Þannig að það ef þú ætlar einhvern tímann að fá þér marathónið, hendur á það núna í nóvember. Sveppaði eitthvað á limnum í þessu. Þú varst náttúrulega að sjá að make the cut í þessu. Já, sko, mér fannst ógeðslega gaman að leita efni. Nei, hann ekki á limnum, en ég fann fullt efni sem það náttúrulega nokkur atriðarnar sem á best á diskum. Það bara segir sér sjálft að það eru best atriðin. Við gáum 3 diska. En mér fannst ógeðslega gaman eins og finna Íslandsmet og áskoranir sem að did not make the cut á best of, en ógeðslega fyndi að sjá það 20 árum seinna, eins og Sveppi, bara svo vitið að þeir eru horfið á þetta á marathonu, þegar hann að hoppa hann upp á sillunarinn og komast upp á stittunni á Arnarhóli, þá er hann í undirfötum af mömmu minni. Og það kannski fylgir ekki söguna, því að þetta mjög hrátt, það bara sínt atriðin og bara flakkaði, það enginn að tala á milliða neitt. Þetta bara sketsar kert í gegn. Já. En Manni Sim eitthvað hana? Já, Manni Sim á sínum stað og Coxsacking Joe hana á sínum stað. En sko Pétur Jóhann og Ofurhugi eru ekki komin inn í fyrstu 7 þættina. Nú ég búin að fylgjast með klippinu. Hvernig ekki með Superhugin? Hann dettur glinn bara rétt fyrir jól þegar ég set næstu 7. Ég er mjög harður Ofurhuga maður sko. Hann geggjaður. Nú ég búin að setja inn hana þegar hann fer í gula galan og hann hefur snúið hring á okkur krana. Þegar ég held að myndi deyja. Og sem basically, það er eitthvað handtekinn í dag, þetta tekið í dag. Þetta mætti aldrei. Þú veist, þegar Húkimenn fór. Það hjekk á kranun. Húkimenn fer á svona 600 km hraða. Þetta hættulegast atriði í sögu 70 mínúnda staðfest. Hann gargaði bara allan tíman. Því líka veist. Það sem ég hafði líka gaman að þessu, ég er búin að fylgjast vel með klippinu þetta. Ég hafði mjög gaman að það er líka verið að sína gömul viðtöl og gesti. Þú veist, þessum að sá, þú veist, kvöldsins þetta líka inn og bara svo rottalur hundar í viðtalið, þá var Erpur og þú veist, Erpur og Bent bara, þú veist, þetta voru bara úlingar. Já, eins og sé 10 ára. En herru, ætlum við að hætta að ræða 70 minn og fara yfir málana sem að er FM 95 Blö. Það er í fucking dag. Við erum með góðan þátt. Sko, klefin í dag, hann er geggjar. Hann er æðislegur. Þó ég segi sjálfur frá. Við letum skella okkur við Steindi með 9 tvisti. Ég réð hvað Steindi myndi segja í sínu símtali og Steindi réð hvað ég myndi segja í mínu símtali. Og ég lofi ykkur þegar það er gaman að þessu eftir. Jóhanna Guðrún, Johanna Guðrún. Okkar uppáhalds Jóhanna Guðrún. Hún kíkir á okkur á eftir. Hún er komið með nýtt lag sem er rosalegt. Við erum með spurningkeppni Gilsarans sem var ekki í síðustu viku, þá sem við ekki að vera hjá okkur. Hvað er áttu spurningkeppni? Það er King of Playing Games. King of Playing Games. Ykkur félagum að play games. Ertu að tala svona playing love games, playing board games? Af því að partyskellu var að koma út? Já, ég ætla ekki að gefa mikið upp. Þetta er bara King, hver er betri að play games? Býtu, en Steindi var komið með 1 stig eða ekki? Af því að hann, hvað var áttu spurningi sem hann last í restina? Jú, ég las upp eina spurningu síðast. Já, sem að hefur bara sænað einn sem baðvörur að þau elskar jullur eða eitthvað. Já, elskar jullur það mikið og sóttur vinnu sem baðvörur. Var það, veitu hvernig tengist það games? Það er 1-0 fyrir Steinda og kettin er ekki byrjuð sem er mjög skemmtileg fyrir mig. Það er mjög slæmt fyrir mig. Herru, vegna fjölda áskoruna og það er talandi 70 mínútur og þegar við Sveppi þegar við þurftum endur sína falda myndaðel, þá lögum við alltaf vegna fjölda áskoruna er falin myndaðel endur sínt í kvöld. Það var enginn með áskoruna. Nei, basically bara því við nefndum ekki að taka með aðra. Þetta er bara svo Instagram að segja mikið að fólki má spyrja mig hvort að það er kannski 7. Þetta er the same shit sko. Vegna fjölda áskoruna, þá erum við að tala ykkur 7 kannski á Instagram. Það eru margir búin að biðja að við tölum dónalega aftur. Já. Og núna meina ég I quit það sko. Ég miraculously. Það er dreigið. Það er alltaf að tala dónalega. Það er alltaf dreigið. Máli blöður ykkur magician. Þetta er ekki tilvíðan en ég lend alltaf. Ég bæði, sko, þú hefur rakka minnið, ég tala dónalega. Einu sem að sleppur alltaf er Steindi. Einu sleppur er the clown. Ég slepp ég er alltaf partur af þessu. Ég er í miklu verri stöðu. Þú situr bara og þegir. Það er erfitt að tala dónalega. Því ég vil ekki tala, það er dreigið. Það er heiða, við erum alltaf, við drögum. Ég nenni ekki ríðast þetta. Ég verði til í að Stóni myndi tala dónalega um mig. Eða mig, þú mátt það. Eða blöð. Ég get alveg gert það, svo lengi sem ég er dreigið. Ok, við ætlum að bjóða þær aftur núna. Fólk heyrði ekki hvað vorum að tala um aðan. Þrjóðum við undirbúið þáttinn. Viltu tala dónalega um mig? Ég gef leifa það. Ef ég verð dregin, þá ger ég það. Þú vilt láta draga? Já, ég vil ekki gera það bara, auðvitað ekki. Hann getur ekki sloppið endalust. Já, þá verð ég líka bara dregin, Blöndal. And how do you do, fellow kids? Það er á sínum stað líka. Og það, sko, það er dregin. Og augljósar staðrindir. Þú glemdi þeim alltaf síðasta fyrsta. Sko, þær eru svo augljósar. Nei, við komumst bara ekkert yfir allt síðast. Við vorum bara svo þéttir síðast en ég er með augljósa staðrindir og svo verður fellow kids á síðan stað. En augljósu eru rosalega, ég sagði þetta líka í síðast þetta. En þú spilaði það náttúrulega ekki. Þær eru það augljósar
Öddi, að ég að segja það núna og ég lofa þér í og ég veit úr Jay-Z maður, hann ég segi 10 fingur upp til Guðs. Þetta eru augljósustu staðreyndir sem hafa verið. Herður, má ég spyrja það eitt? Ég hef kannski spurt það þessu áður í þættinum af því að þú ert an atheist. Nei, trúir ekki. Hatar Jay-Z. Byrjast að fara að tala Jesú-vídeó þess að Gaurin byrju gítarinn eða? Hatar Jesú Nei. Mundur þú sverja upp á dótiðina? Eða dætuðinnar? Nei. Sann skilur einhver mál, þú trúir ekki? Þú veist, ég myndi ekki gera Nei. Ok, þannig að þú þú ert lúmsku Jay-Z. Já. Jay-Z applauds you núna. Það er byrnið þannig. Já, veistu hvað strókar? Þú getur að vera að snúa mér það. Ég er Jay-Z maður. Ég heyri það. Það er gott að heyra. Ég er stolt af Jay-Z maður. Þú takkaðir okkur í eitthvað vídeo, eitthvað heita Jay-Z-vídeó sá ég á Facebook. Já, sko, nei, málið er að það er náttúrulega, ég sá vídeo á Facebook og það var sem sagt, ég veit ekki alveg hvað það var eins og var ekki kristnifélag. Einhver reiður gæi, eða líka gítar. Var það íslenskt? Já, þetta var alveg íslenskt maður. Ég veit það ekki, en það var eitthvað færinga kannski, en það voru allavega 2 gæjar, einn var að spila gítar. Það var að spila gítar út í skógi. Það er trúður í öllum samfélögum, það má ekki gleyma því. En svo fannst honum eitthvað erfitt, hann var ekki með gripinn, hann var eitthvað erfitt með G-gripi eða E-gripi eða eitthvað. Þannig að hann stendur upp, fær skýrkast, brýtur gítarinn á næsta tré, þá kemur annar gæi í skyrtu, girtugaur í skyrtu, labba til hans, réttur hann bækling og eða eitthvað, þetta var algjörlega bara, ég skildi ekkert hvað að gerast náttúrulega, og svo kom skildi og stóð bara, þú veist, slaka á og Jesús með þér. Já. Stundum þarf ekki meira. Nei, og ég vissi að það er náttúrulega COVID og eftir landsleik og fleira og álag og ykkur 2 aðalega, þannig að ég takkaði ykkur á þetta og gerði helling fyrir mig. Gott að ég horfa. Já, ég fekk með takkið frá þeir í þetta Jesú. Já, en talandi Facebook, áður við förum og í fyrsta lag dagsins að það var að detta inn, það eru rosalega margir sem að keyptu spilið í forsölu á fulltung.is. Það er ennþá átt að kaupa í forsölu alla helgina. Spilið er að mókast út, drengir. Og fyrir þá sem eru komnir með spilið og er að fara að spila spilið helgina, farið inn á Facebook, skellur og þar sjáu þið leiðbynninga. Við erum búin að setja inn vídeo. Það er að Poop tók kennslu vídeo hvernig það spila, þannig að fólk sem er ekki að lesa bæklingin horfir bara á The Poop. Já, málið það, þegar þú ert nýkomið spil og ert að fara að spila, það er alveg, ég skil líka alveg. Það er hundlegast að lesa heilan bækling. Farið bara á Facebook, bandstrik skellur og þá sjáu þið allar reglurnar. Ég lendi í að heilt spil hjá mér þegar ég kaup mér spil. Ég kaupi nefnilega svolítið mikið af spilum, sérstaklega í COVID, og þá hefur stundum það ekki spil, sko. Nei, bara lígi til að ég ætla bara að setja á lag. Ekki fyrsta sinn og ekki síðasta sinn sem við byrjum þáttina þessu lagi. Serbin, Bubbi Mortens, við þurftum þetta lag í dag, sérstaklega að spila fyrir Dr. Fútból Hjörvar Hafliðarsson. Eitt besta lag sem samið hefur verið, Öskur Túsins í nóttinni. Geggja lag, ég hlust ekki á þetta væli hjöpa, sko. Já, þetta er bara geggja. Það er eitt að vera með besta podcastlandsins, það er hann að stjórna hvaða lagi við byrjum á einni þættinum. Já, ég veit ekki hversu oft ég hef verið Hjöppi, við þökkum honum, hann kom og peppa okkur fyrir þáttinn. Já, við hittust alltaf á Gúliagan og þá Hjöppin mætir yfir þetta á föstudögum. Hjöppi kom með góð orð, hann sagði the show must go on. Já, hann kemur alltaf og tekur 2-3 rauðar og svona snáðast með okkur. Það er mjög gott. Herðu, eru þið tilbúinir í slúður, drengir? Já, brakandi fest erlend slúður. Já, er Íslands slúður í dag? Nei, ekki dag, nei, en það getur komið næst. Von einhverja skiti vel í slúðri. Sko, ég þannig gýr í dag. Já, engin með neitt lóðrétt hérna svo sem. En ég ætla að byrja á Russell Crowe. Við erum ádandur hans. Það var agfeitugreið, ég sá hann daginn. Spears? Nei, ég vissi ég er búin að þekkja það svo lengi. Ég vissi að byrja með Britney Spears? Nei, það var að byrja með Britney Spears hætt að tala um, ég hef alltaf verið að horfa á hann í einhvern rauðan galla. Ég veit alveg hvað galla út að tala um. Fórstu svo beint út í Hyundai Coupin og... Nei, það var allavega vesen, hann var mjög kraftlítill. Herðu, má ég klára slúrið? Já, klára. Hann er komið nýja kærustu og í rauninni það eina sem hann er 56 ára og hún er 30. Það er ekki bara reasonable. Já, hún er... Það var ekki svo mikið með Hollywood, sko. Hún var leikona en er núna, er náttúrulega ennþá leikona en er aðalega einbættis þeirra fastegna viðskiptum. Hún er real estate. Fastegnarsali, svo Sannþór Einarsson Mostæði. Já, og Snorri er hún entrepreneur? Ertu entrepreneur og fastegna? Já, ég veit það ekki, hún er í business. Já, þú ert sjálfstæður. Hún er áhæll líka fastegnum, veist.
En þau eru mjög hamingjusöm og sáist kissast, þau voru að kissast í tennis núna í daginn. Britney Thorne en ekki Britney Spears. Nei, hann fór ekki Britney Thorne, hann fór í Britney Theriot. Ég myndi nú að hlusta þarna. Sko, málið að Russell Crowe og Britney Theriot, ég hef trú á þessu hjá. Steindi, hvar varst þú sátt fyrst Upside It Again vídeoð með Britney Spears og rauða gallan hana? Ég náttúrulega 10 ára yngri því, hann ég hef ekki hugmyndu það. Nei, þú ert 4 ára yngri en við, sko. Félagi minn sem er í minnstasta podcastin landsins, ekki upp hvað podcast það og var nákvæmlega minn einsinni. Hann hristi sig yfir Herri, ég ætla að fara í næsta slúður og það er af leikaranum Wentworth Miller. Vitið hver það er? Ég ætla að bæta einu við það, þegar ég er svona búin að vera svolítið svona, hvað kallar maður aftur manneskjuna sem er alltaf að spá fyrir öllu sem við erum með? Völvuna, ég er svona völva, celebrity völva FNÍ-vöflu. Ég er naskur með slúrið. Já, ég er naskur á slúrið og ég las strax þegar Pittarinn, hann myndi gefast upp á þessu þegar hann fór inn í hjónabandið. Það gáttu allir lesið þá. Hvað gerist með Russell Crowe og Britney Thorne? Já, veitir hvað það er? Theriot. Já, Britney. Í 4. sinn. Britney Theriot. Hvort heitir hún Thorne eða Theriot? Theriot. Já. Ok, það skiptir ekki máli, segðu bara Britney. Já, nei, já, það sem ég ætla að segja Britney og Russell ég ætla að spá góður í spá, ég ætla að spá að þetta verður bara alvöru samband og ég sé jafnvel giftingu bara á næstu 3 En þú veist sko, hann hefur lamið aðstofamann sem með síma þegar hann vaknaði þunnu sko. Já, og það er því að sá náungi hann er átt að skilja sá náungi Yfir Crowe Hann verður snöggpyrraður sko. En ég hef ekki sími með snúrunni og skífu. Já, það voru á hóteli. Já, það er rosalegt. En málið það, ég hef ekki lesið neitt Crowe að hann sé eitthvað lemja konur eða hann er ekki ógæðslegur. Hann ekki landar ekki bara eitthvað aðstofamanna því að aðstofamæri var a piece of shit. Já, bara piece of shit með stæla og var að drullið Crowe en ég veit það ekki. Ég held hann í alveg við svona anger. Er það? Fyrst smá anger management. Sagði mér þetta ekki áður en ég spáði þessu. Ég held að það komin í sveppi og hann má róa sér niður sko. Ég veit ekki hvort ég að segja vonu það. Er það komin í shrooms? Hann veit, nei, næsta hann var að segja það, hann var komin í ofskinnurarsæfi. Wentworth Miller, veit þið hvað það er? Það er fárlega sexy gæi. Veist hvað það er? Prison Break. Það er hárrétt, vel gert Egill. Náttúrulega, sko, Steindi veit ekki eins og hver Whitney Houston er, þannig að það er gott að hafa einn með sér sem að þekkir fólk. Hvað varðum Það er rosalega huggulegur, ég mani að horfa á Prison Break fyrst. Rosalega hann huggulegur þessi drengur. Wentworth Miller sem er leikja mitt, Michael Scofield í þáttunum Prison Break, hann ætlar aldrei aftur að leika gagnkynhneigðan mann á ferlinum, hann er samkynniður og kom úr skápnum árið 2013 og hann var að setja á Twitterin hjá sér að það kæmi ekki ný Prison Break sería þar sem að hann var hættur að leika gagnkynhneigða menn og hann átti náttúrulega kærustu í þáttunum. Ný sería, fyrsta sería var fín, restin var bara mest að drall sem ég sé sko. Það er alltaf aldan. En það er hann að segja 2020 að kom ekki ný Prison Break sería. Er hann galinn? Þetta er nákvæmlega breyta ekki bara karatinu. Hann er bara alltaf að geta titling þessari seríu skilur. Það er fallega orðað það er ekkert að því hann er alltaf bara búin að kúpla sig úr. Nennu ykkur að klípa mig þetta. Nennu ykkur að klípa mig. Hvað? Ertu að segja mig að það sé verið að dæla út Prison Break seríum? Hvað var þetta Prison Break? Hattar hann gæja út hann er sexy eða? Nei, ég hatt ekkert gæja. Ég er búin að koma Prison Break út síðustu 5 ár. Ég er bara að dæla út Prison Break. Sko það var umræða Hvað er það? 20 seríu? Nei, það er konar 5 seríur. Ég finnst það sér geggjuð. Já, umræða var að fara í 7. seríu en Miller var að stoppa hana því að hann vill ekki leika gagnkynhneigðan mann. Akkur getur hann ekki verið bara í felum í einhverju runna og sagt þá við vin sinn sem er að flótta með honum bara hei, ég verði eða kom klín þetta maður, ég er tómur rugli. Hvað? Það er náttúrulega löggan þetta, já ég veit að maður, en byrju, hei, ég er gay sko. Ok, svo er það bara búið. Það er mjög auðvelt að skrifa þetta inn, sérstaklega í fangelsismynd, menn eru mikið étandi pínusins þar sko. Já, þeir eru löngu komnir úr fangelsinu. Já, þeir eru það bara gerist í seríu 2, ég horfa á hana sko. Þeir eru ekki bara komnir á einhver fake IDs og farnir að bara eignast fjölskyldur. Í 3. seríu voru þeir ekki komnir inn í nýtt fangelsi. Náður þangað. Í fyrstu seríu voru þeir löngu komnir út úr fangelsi. Nei, hún endaði þannig. Vittlisíkurinn. Steindi hatar Prison Break. Nei, ég hata ekki Prison Break. Fyrsta sería Prison Break er einn besta sería sem ég séð. Já, en málega. Ef úti það er farið. Máttu það huggulega í henni. Já, og býtu, hann er alveg ennþá huggur. Strákar, fyrsta sería var mjög solid sería. Ég er sammála því. En ég er bara spáið, þegar eru komnir út úr fangelsinu, að þegar serían heitir Prison Break og í 5.
5. seríu, bara þú veist 60 þáttum síðar þá er þeir væntanlega bara komnir með fjölskyldu í Mexiko bara og komnir bara farnir að lifa á okkur sveitabæ. Ég veit ekki, ég sá ekki 50. Hvað er 5. sería? Ég veit það ekki. Það er mjög interesting. En allavega, hann allar ekki að leika í fleiri seríum. Þá þarf að finna eitthvað annað sexy gæði, bara til að nefna breytið handritinu. Já, en ég skil ekki. Þetta er auðvelt laust. En er samt ekki svolítið skrítið þó að segja samkynniður eða gagnkynniður eða hvað sem er, veist, ef þú ert leikari, vill ekki taka þér akkurat Þú leikur bara hvað sem er. Fjölbreytt hlutverk, Og ég skil ekki einu, hverju ætti að skipta nokkur máli? Ekki að sé fjölbreytt að vera að leika gagnkynniða mannsins. En það kemur fram í díalóg, þá segir við bróður sinn, hann á bróður í seríunni, allavega í fyrstu, hann segir, sko, málið er það, Hann er gay. Ég er gay, I'm gay. Problem. Bara eins og Egil saði hérna þegar við fórum að kasta teningum einu svona í Atlantic City. I'm gay, does anybody have a problem with that? Og það var allir bara, no sir, no. Já, og það hefur óþægilegasta moment sem ég lendi í Atlantic City. Og ég hef lendið nokkrum. Ég hef verið mjög lítill og ógeslur í þessari borg. Þetta var versta. Já, en málið er það sem punkturinn er, ef hann segir við einhvern, I'm gay, og svo getur hann bara haldið áfram að leika nákvæmlega eins og gera nákvæmlega sama, þá er það bara frá. Ég skil ekki alveg hvað það hefur, akkur hefur svona rosalega mikil áhrif á hlutverki, akkur getur hann ekki verið sami gæi að vera á flótta þótt hann sé gay. Ég næ þess ekki alveg. Ég öskraði líka í Argentínu rétt á hann ég pakkaði saman brautinni, I'm gay, is there a problem? Það voru nokkri Argentínuga sem öskraði á það heyrðist ekki útsettingu. Nei, hvað ertu að setja það núna? Rakakrem? Akkur ertu að setja það rakspyr á eitthvað? For my skin. Já. Þetta er Asta Skin, for my amazing skin. Akkur gerði það ekki bara eftir þá? Nei, hvað er þetta töflur? Þú ert að bara töflur? Herru, já, ég svo var ég með eitthvað slúður þetta Johnny Depp, hann fær 1,3 miljard fyrir eina senu í Fantastic Beasts, en það er öllum sama held ég. Við skuldum auglýsingar enda klukkan hann 33 mínútur yfir 4. Egil ætlar að geta töflur og það er gott fyrir húðin á hann. Lögum svo mikið, þetta gengur ekki lengur. Þetta er fyrsta break-up songið hjá DJ Muscle Boy. My first love song. First love song. Ammælisbarnið, gestur í laginu. Já, við erum að spila Fever eftir. Það er upp á laginu mitt í dag sko. Er eftir að segja mér að Fever sé ekki orðið vinsasta lag landsins eða? Já, maður er að Rikki var mjög hægur að setja það í spilun, en það hlýtur að múna græða núna, það er Rikki kóngurinn. Það er ekkert eðlilega gott lag. Já, það verður spilað hér eftir smá, en við erum í boði Túborg, Léttöl og Keiluhallarinnar, og talandi Keiluhallina að þá er rosalegt tilboð helgina þar. Allir sem að panta á netinu fá frían jólabjór með pöntuninu sinni, og það er 3 fyrir 2 af pítsum, kaupir 2 og fær 3. ókeypis, eða kaupir eina pítsu og fær næsta á 1000 kall. Þannig að það er helviti góð dýr. C.J. er með alvöru prísa. Já, frýr jólabjór með hverju pöntun, og allir sem að panta á Keiluhöllinu helgina, eða bara út vikuna, fara í pott og geta unni partískell hjá Keiluhöllinni. Þannig að fylgjast vel með því. Er Cocksucking Joe sjálfur á vaktir eða? Já, hann er sjálfur á vaktinu, sko, svo er meira þess að á ekki taka það bara líka hérna. Þetta er litli frændi þáttarins að því að C.J. er með þetta líka Fabrikan. Allir sem panta Fabrikanum helgina, þeir fá líka, fara í pott og geta unni partískell, og allir hamborgarar er á 2000 krónur alla næstu viku. Frá með föstudaginu 13. og allt annað matili á 20% afslætti, þannig að pantiðin á fabrikan.is. Ég rakst á C.J. daginn og þá var hann að koma af vakt upp í Keiluhöll. Það er það, sko, bilað að gera take-awaynu, þannig að hann er það basically allan sólarhringinn. Já, og líka bara þú tekur take-away núna, fyrir frían jólabjór og getur unnið partískell. Það er líka burger á 2000 skall. Það er engin áhrif að setja Joe þetta COVID-ár, hann er ennþá, hann skeinir sem þú með 10 skónaseðlum sko. Hann getur allavega, hann getur skeint sem með svona gleðipinnaseðlum, því að þú getur gefið í jólagjöf núna bara gleðipinnaseðlar, og þú getur nýtt á alla staðina sem gleðipinnar eiga. Þá getur þú fara á Safran, American Style, Fabrikuna, Keiluhöllina, hvað sem er. En það er hins vegar komið að hvort myndur þú frekar, og eru þið tilbúinir drengir? Við erum klárir. Já, en er eitthvað úlingar að senda þetta inn eða? Nei, bara eina, ég ætla að enda á henni. Og þetta er ekkert endilega úlingar, ég hef alveg fylgst með þessu, þetta er fólk á öllum aldri. Fyrsta er, hún er ágætt. Hvort myndið frekar? Kissa alla sem þið hittið, eða þefa af öllum sem þið hittið, svona Joe Biden style. Þið þurftu að þefa af... Kissa alla bara kinnina? Ná, eða bara þefa af öllum. Sko, mér er alltaf lagi að kissa fólk á kinnina, eða það ekki? Bara svona ítalan á það, bara frakkan eða eitthvað. Annarkvæmt bara báðu megin eða öðru megin. Þá er ég að tala um alla sem þið hittir. En að þefa? Sko, ég er svona knúsari, sko, fyrir COVID þá... Þú líka nettu þefari. Já, þú þefar svolítið. Já, ég er náttúrulega með svona lyktafóbíu. Ég er alltaf... Ef þú þefar að viðkomandi, er það ekki eitthvað svona alltaf... Já, pervert. Já, er það ekki? Jú. Bara ljótt að segja, er þetta ekki neitt kynferðislegt eitthvað? En sko... Nei, þetta er ekki bara graður.
Já, hvað flokkar er kynferðislegt? Sko drengi, fyrir COVID þegar ég hitti ykkur fyrir COVID þá tók ég svona yfirleitt handshake eins og Svarsnegger tók ég Predator. Tók eitt hannig svona. Ég hef aldrei séð þetta. Nei, ekki, þú veist, þá tók ég að skiluru með loose hand, bara svona homie, blessaður. Og svo fór ég, tek ég svona hálfpartinn utan eitthvað svona og klappa honum að baki. Sem getur verið óþægilegt. Já, ég bara. Það veit ekki hversu sterkt maður á að fara inn. Ég svolítið þannig bara, ég knúsari og ég myndi alltaf taka frekar. En ef það var að kissa munnin. Það er alltaf gengur ekki. Það myndi fyrir eitthvað þefa. Ég fæði bara í bankan að hitta þjónustufulltrú og kissa hann á munnin. Sko, það er bara vissi. Að faðum einhvern og skella einum svona mömmukoss á kinnina. Já. Ég fattaði bara þetta var á létt. Ég ætla að breyta sér í munnin. En að þefa af einhverjum er rosalega vont. Já, ég er sammálaglið, maður tekur alltaf kiss á kinn. Já, en þú myndir samt freka þefa einhverjum heldur en að kissa hann á munninu. Þetta er samt að óþægt í ákveðnum aðstöðum. Segjum sem ég var að viðskipta að bjöka tór sem mun aldrei gerast. Jó, líklegt að gerist. Að ég kissa hann á kinnina sko. Líklega ekki. Ásóttíð Hann ég er að skella við mikið af fólki þá verður ykkur bara að segja hvað er aðeins gæja hana hóla það sá hann og ég er að kissa það En er eitthvað skárað sem verður að fylgjast með að labba salun og þefa öllum? Það er við Þú getur lúmskari Steindi svona nettu laumfæri það getur bara hefa það hári á einhver fatti neitt En málega það, þú veist, nú þekki ég Bjögga mjög vel hann er einn af minni bestu og ef trúður þess að þú myndi fá fund með honum ef þú myndi ná fundinu Ég er að fara fund með honum sem er mjög ólíklegt Ég ætla að loka mann að bestast í Veistu hvað hann myndi gera? Hann myndi lappinu herbyggið Ég myndi kissa hann Hann myndi segja sætlunur Nei, hann myndi kýla það Hann myndi segja sætlunur Þú hefur 1 mínútu Hörru, ég er ennþá með pending request á Instagramið hans Já Eru ekki átti vinnir? Getur þú pikkað í hann og beða hann að accepta það vöðvingan? Nei, hann hefur ekki áhuga að þú fór að sína Það ger ég ekki Hýtur að fara þetta inn Það er það pending og við erum 2 ár Alls ekki I'm hanging in there Ertu búin að vera pending í 2 ár? Einhvern veginn að draga tilbaka þeir request? Nei Þú ert ennþá going strong En ég held þetta sé mjög léttuti Þetta er kissa kinn Nei, en þetta er munnur Já, þá er þetta þefa ok Alltaf Næsta Þessi er, já ég held að þessi sé pínu erði Hvort myndið frekar vilja að Ísland hefði komist á EM í gær Ég vil það Já, eða að COVID myndi halda út allt árið 2021 Byrju, COVID árið út á næsta ár Já Eða Ísland á EM Já Ég myndi allt Byrju, Þetta er alveg erfitt Kominur Þú mátt velja, hvort myndir frekar Þú væntanlega segir þá að COVID var bara dögt og það er ekki 2021 Núna, já Basically Já, ég skilji Að COVID sé bara dögt Sko Ég myndi, þetta myndum við velja það Þetta er ekkert eðlilega leðilegt Þetta er þreytasta staði sem ég verið í á ævinni Og hjá allir Ég sleppa, sko, málega það Þú sleppir EM Ok, við erum að fara að sleppi Já, kostur við að fara Ef við farum á EM, þá ertu að fara að taka 3-4 alvöru fyllirisferðir Með vinahópnum sem er veisla Og ef þú kemst horfa á leikinn heima Já, og ef þú kemst ekki það, þá horfum við á leikinn heima En þetta er bara nokkri klukkutímar Nokkri dagar max Versus heilt ár, sko En ef það væri COVID áfram og Ísland fyrir á EM Þá þurfum alltaf að vera heim í sófanum Getur ekki farið Það er enda góða punkt, þetta var léleg spurning Ég var að reyna að tengja þetta eitthvað Við eigum ekki hættum að tala með leik Úti félagarnir, sko, ég elska að fara á stórmót Og það er, veist Stundum sem Íslands nummer 1, fólk kallar með það Ég eldi á það ekki mækarinn eða? Nei, mækarinn nummer 2 Og málið er að sko Það er erfitt fyrir mig að vera heim í sófanum Við varum á EM, sko Það myndi sökk Það myndi sökk Síðasta spurningin Hún kemur frá hlustanda Og það er hún Elsa Sem á þessa spurningu Þú mást að segja eitthvað að Elsu Nei, en byrju, ég er ekki eins og að lesa spurninguna Þetta er svona samt alveg tenging Við hefum farið í þetta með Já, foreldrum En mér finnst hún góð Hvort færið í bað með tengdamömmu ykkar Eða tengdapabbi ykkar Í bað Okay, bara saklaust bað Er þetta Ásgeir Kolbens baðkar? Nei, þetta er svona vennileg baðkar eins og er heima á þér Hvernig er Ásgeir Kolbens baðkar? Hann er bara með svona hotbaðkar sem hann baða fólki fokkar ekkert í þeim böðum sko Það bara snertist fólki hvort er ekkert í onni baðinu Nei, það er bara eins og að vera í heita bát Kolbar er stund að þessunni, hann baðaði fólk Bara genið sem hann gerði Fekk fólk í dag og baðaði Baðaðan fólk? Já, þú veit það Er það tengdamamma eða tengdapabbi? Það er bara að gera kolpa breytum umræðarni að gera fyrir hann Sko, erum við saman í baði? Já Bara, ég kemst alltaf Ég er að bodybuilder sko Og baði heima á mér er tiny Já, hvort það eru með tengdapappa en með tengdamammiðinni það? Ég stendi hvað þú að velja hann Ég meina þú veist
annar aðeins þarf að liggja ón á Basically, hinn sko. Það þú fær ekki Nei, þið getur alveg verið með lappir í lappir, já sko, heimi á mér, ég er saman með mér, ég er ekki með stóð baka sko. Nei, þú getur svona setið með baki við kranan. Já, ég sitt hann, já Kemst einn í það? Í bakarið? Já, en ég kemst ekki, ef ég og Tengdó myndi fara saman það gengi eiginlega valla upp, það er bara þannig en ef ekki, sko, málið það er alltaf, sko, ég er að Getur þú hugsa ekki bara að fara í bað með börnunni þínu? Já, sko, málið er að Tengdó Kemstu í baðið og barnið? Já, Fjandinn hann Sko, það kemur hvað Já, Horfðu á hann Já, komist í bað með barninu? Ég tróði mér í bað með konum sko. ok. Það er ekkert Í þægilegt sexy tæðinu? Nei, það var það eiginlega ekki bara sko einhvern veginn bara svona dósöldi En sko, málega Tengdó, hann er sjómaður Við höfum komið inn á það Já, Og hann myndi aldrei fara ofan í baðið með þér. hann myndi hafa lítinn tolerans fyrir því sko, hann er ekki eins og ef ég var að fara í bað með þér uti þá var þú bara eitthvað flissand og svo myndum við bara enda á að drekka bjór Blöð með snertifælni sko Já, ég veit það, en þú veist, ég er að segja við myndum bara enda á að drekka bjór, þú veist, við værum Ég fór í bað með Pétur Jóhann strákunum Það kemur inn á Það var í strákunum. Já, það er strákunum Það var for the sake of comedy Ég veit það. Þetta er bara þú varst endi aleinir eitthvað heim Það myndi bara aldrei gerast. Það var að gerast. En mála, ég er bara að hugsa núna ef ég væri að horfa núna framan í tengdapappa minn sem er grjótarið sjómaður er reynda mjög nettur gaur Hann er að gamla skólanum Já, hann er húmóristi samt en ég sé hann fyrir mér, hann væri með hálfa réttu hann væri að fá sér eina smellu Vera smókari. sem væri búin að blotna þess Það getur reykt saman og hann væri stendur með rækjur. kaldan veistu hvað, ég held að Tengdó hún er það mikill sko, hún er algjörðjókari hún myndi snúa sér upp í djók og gera þetta einhvern veginn bærilegra, ég myndi segja Tengdó Nú þú fyrir frekar með tengda mömmuðinni. já, ég held að Kemur ekkert á orð. Það er pervert Nei, Ég vil að sjálfsögðu bara hún er bara Tvei félagar hérna í bað Ég held að það væri alltaf rétt að svarið bara eins og þið farið saman í sturtu þegar þið eru að fara í sund. þetta er bað Þú veist þetta. Já, þú veist hvað mikill munur Ég veit það að stundum er ekkert rétt og rangt í þessu. Þetta var þetta rangt svar bara svo veit það. ég skeiti þetta Já, bara eins og ég þið pervertin datt upp. Það er bara þannig. Fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum ekki beinni útsendingu núna því að við Steindi eru komnir hingað inn í klefa. Og sko, ég er nú bara nokkuð spenntur fyrir þessu því að við erum að fara í að láta skella á okkur með tvisti. já, þetta er glænýtt tvist Já, við sem sagt, ég má ráða hvað þú talar í þínu símtali Já. og þú ræður hvað ég tala í mínu símtali og við eigum að tala, við ringjum bara í einhvern á já.is Já. en við eigum að tala við viðkomandi eins og við þekkjum hann já, og erum brjálæðir. og við fáum, sko, ég fekk að velja topic fyrir þig Já, og ég ekki bara að byrja þetta. jú, það sem, sko Mér datt í fínt að hug- rífa plásturinn bara strax af. já, mér dætti í hugði Já. því að nú var landsleikur í gær Já. hann fór bara eins og hann fór, við erum búin að fara yfir þetta Já. við nefnum ekki að pæli því Nei. En þú ert að ringja brjálaður, þú ert Já. alveg sko, þú veist, ekki byrja öskrandi Nei. en farðu snemm í það Ok. þú varst að tappa peningum Já. þú varst búin að plana að fara út næsta sumar þú ert bara brjálaður út í liðið og bara, þú veist, í rusli yfir þessu Sorglega við þetta er allt satt sko. já, ég veit að þú ert samt ekki að ringja okkur fólk að láta að heyra það Ég veit það, herðu. Ok. Og- láttu gæjan heyra, þetta er honum að kenna Já, og þú tekur tíman. já, Ok. Já, Hafþór, já, sæll djöfusins viðbjöð var þetta ekki að maður? hvað? Hvað ertu fullur? Helvítis leikurinn maður, ógeðslegt maður. Varstu að horfa á þetta? Nei, ég horfði ekki á hann, sko. Nú, já. Slafstu þið viðbjöð það? Nei, þetta var ógeðslegt maður. Við erum 1-0 yfir 850, setja 2 í restina. Djöfusins horfbjöðum maður. Já, Svo var ég með peninga á þessu helvíti líka maður, ekki var það að hjálpa. var það? Já, ég var með slatta á þessu. Búin að plana ferð út með félagunum og ætla að fara þarna næsta sumar og eitthvað. Ég veit ekki, maður er bara í rusli hérna. Já, Djöfusins það viðbjöð. var bara næsti leikur á sunnudag. Þegiðu Hafþór, það er ekkert næsti leikur á sunnudaginn, ég er með búið. Hver er mikið drullu saman þess að þjóðadeild maður? Já, Það var ógeðslegt. Ekki alltaf að horfa á leikinn á sunnudaginn og sleppa hinuleiknum. Nei, ég held ekki. Þú ert ekki heimskur og ég held maður. Vittleysa þetta maður, djöfisins anskotas viðbjöðum maður. Já, svona er þetta. Já, ég var með einhverja 200 eurur á sumar, það fóru fljótt. Já, þetta er bara óþólandi. Þetta er ógeðslegt. Býttu, hvað varst þú ekki að horfa á þetta? Hafþór, á hvað varst þú að horfa? Hvað varst eiginlega að gera? hann er farin
Góð tíma með Sko, lest hann heyra það? Já, ég samt sko, þetta var svo undall náingin En pældi þessu gæja Ég ætla náttúrulega aldrei að skella á, hann horfði ekki eins og leikinn Pældi hvað hann nettur Já. Hann var aldrei að spá í, þú veist, hver er þetta Hann var bara heiðalögur að hann svara spurði ekki, já. Nei, en hann hefði gert það að endanum, sko Hann komst bara ekki Hann akri þessu grænleiki Herðu, þetta var, Öddi Já, Viltu- sko, þið voruð ekki einhver tvær og eitthvað, nei, hvað var ég lengi? Herðu, á ég að svekja það svolítið Hvað? Ég tók þetta ekki upp Guð minn, góð Ég er ekki með tíman á þessu Nei, ok, þá ertu eiginlega bara officially búin að tapa Nei. Nema þitt símtal verði eitthvað ógeðslega fljótt Já, við verðum bara, núna er þetta svolítið að nota bara tímaskinnið á þetta Já, ok, nei, ég ætla að taka tíman á því samt Já, en veistu hvað ég ætla að gíska á? Hvað? Ég ætla að gíska á að þetta hafi verið svona mínúta Já, þetta var meira haldi Heldur þetta að vera meira? Já. Ég gefði mínútu fyrir skýtur Ok, hérna, já, ég veit hvað þú tala um Ok Ég vil að þú ringir, viltu nota saman nafn, Hafþór Það er þægilegt að öskra á Hafþór Já, ég væri bara mjög til í það Nefn að væri Hafþór Július, ég myndi ekki að vilja öskra á hann Nei, það væri vesen Á ég að tala um leikinn Nei, ég ætla að henda þér í annað Þú átt að vera reiður líka Já, já En þú átt að vera reiður út í góð mikil aumingi Því að konaðin og börnin eru farin Farin, hvert Já. fóru þau? Bara farin frá mér? Já, farin frá þér Já. Og ég hef alltaf gaman að þið þegar þú blandar jagernum minni Já. Þannig að það er kannski ástæðan fyrir þið fóruð Ég fyllir þetta. Bara búin að vera svolítið í jagernum Já, já, ég er bara búin að liggja á COVID og svona Ég er bara að liggja í jager og þau eru farin Bara fá nóg Þannig að þú ert basically að fara að láta einhvern heyra Fyrir að konaðin og börn séu farin frá þér Já, Ok þetta er alvöru, þetta er vesen sem ég er að lendi, sko Já, ég er búin að hangja svolítið á lifinu Drefsingi fyrir að klikka á tímanum Ok, ertu tilbúin? Já Já, Hafþór nei, Emma, Já, blessaður, hvað segirðu? ég segi hvað. Herðu, heldur að staðan sé ekki slæm núna á kallinu maður Maður er að lendi skilnaði þetta Þannig er staðan er á mér þannig Ég er að lendi skilnaði Ég er að kom heim í gær Heldur að konan hafi ekki verið búin að pakka í tösku Setja krakkan í úlpu og henda þeim inn í bíl Og er að keyra austur til mömmu sinnar Staðan er þannig núna hjá mér Hver ert þú? Ha? Vistu út af hverju þetta er? Þetta er að því að ég er alltaf liggjandi í jagernum Það er bara þannig Ég ætla að vera heiðalegur Ég er búin að liggja í jagermaster En hvað heitir þú maður spyrja? Já, og veistu hvað? Heldur að sé gaman að koma heim og allir er bara búin að vera kappklæddir og leiðin eitthvað út á land Já, það er eiginlega þetta. Já, ég er bara búin að liggja í jagernum og vera bara hálf ógislur, ég áta bara skilið Það er það sem ég áta, ég áta skilið Ég er aumingi, það er bara þannig, ég er algjör aumingi Þú ert helvits aumingi. Já, ég er helvítis aumingi, segðu það ég sé aumingi En segðu mig hver þú ert. Ég er aumingi, það er bara þannig Ímyndaði að vera giftur svona aumingja Að koma heim og ég er bara búin að vera að setja einhvern gerfinatadisk á húsið og ég er búin að mála gangin í ógeðslegu lit og hrista mig allar með upplutar þetta Ég meina auðvitað færi maður Hvað? Ég skil alveg konuna, auðvitað færi hún Hafþór, auðvitað væri hún löngu farin Og þú hlær bara að þessu Og ég bara skil þig vel, ég er aumingi, ég er tjöfisins aumingi Hringdi í Hafþór. Og hver er þetta? Þetta er konan hans. Ha? Þetta er konan hans. Já, og hvað heitir þú? Ég fyrst er ég veit að hvað þú heitir. Herðu, varstu ekki að hlusta hvað ég var að segja? Þegar maður ímyndar að konan kemur heim og maður er hérna að taka græna nammibókan af félagann, blind tullu, búin að æla út um allt í rugli. Auðvitað fer hún bara maður. Hún skilur bara við mann. Bara henda krökkunum út í lötu og keyrir bara austur. Ég er aumingi. Helvítis jager, þetta er bara sjúkdómur, það er bara þannig, þetta er sjúkdómur. COVID er búin að vera að fara illa með mig. Ha? Og þú lærið bara. Hringdi hann Hafþór. Ha? Hvað var að gerast í mínu sískan? Hvernig gastu ekki hirt þetta verið koma sem þú varst að tala við? Hæ? Fyrst að svo segði þetta er Emma Og þú bara áfram, helst þetta væri Hafþór Ég held hún hafi sagt Hemmi. Ha? Hemmi? Við heyrði það. Já, shit, ég hló svo mikið Þú helst allan tíman og var að tala við kall Já, ég held að Heyrður ekki þetta væri kona? Nei, ég heyrði það ekki sko, Þetta er algjör skelli fyrir mig Hún sagði þér að hringja Hafþór og skellt á því Það var 2:30 Þetta var algjör skellum maður. Ég veistu það, ég kom sko og mál er að hún hló allan tíman henni fannst þetta drepfyndið að ég var að syngja vælandi. Hún vissi ekki að þetta var símat. Hún var með þess að byrja að kalla það auðmíkja. Já, en hún vissi ekki að þetta var símat. Þetta var gamli skólinn. Hún var bara henni fannst ég vera auðmíki og hlóa mér og kallaði mig auðmíkja. Ég bara hló svo mikið að því þú varst ekki búin að fatta og vera að tala við konu. Þetta var skellt á mig með tvisti og ég vonandi því ég gaman að þessu og ég ætti fyrst að segja sem ég hlægi eftir að landsleik. Já, mér fannst þetta helvítið erfitt sko, ég veit ekki
Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Við þökkum ykkur kjallaði fyrir það. Við minnum á tilboðin á bæði Fabrikunni og hjá Keiluhöllinni. Það er jólabjór sem fylgir öllum pöntunum sem að þið panta á netinu. Og þið getur unnið partískell ef að þið pantið helgina. Það er bara Já, það er ekkert annað. Nei, og allir hamborgarnir á 2.000 skall hjá Fabrikunni. Þannig að ef þið ætlaði að fá okkur burger helgina, þá er það ekki flókið val. Stóni, sástu vídeo þetta inn á Instastory og Twitter hérna með að FN 95 Blöð þegar vorum animation, teiknimynda. Já, hvaða djöfussi snillingur er að teikna þetta? Þetta er ekkert eðlilega vel teikna. Varstu ekki ánægð með þig? Þú varst svona í þykkari kantinu. Já, sko, jú, þú veist, ég er alveg ánægð með mig, en þessi teiknari sem mér finnst þér að geggja að teikna bæði, hann hefði kannski getað sleppt í að hafa mig 300 kíló í vídeónu, þannig að ég geta að láta mig bara vera 90 eða það sem ég er 85. Er það 85 í dag? Já, en 300 Að setja kg. upp í rúm í engunum á nærbúsum á vesti. Já, ég sko, ég er náttúrulega rosalegur í þessu vídeo. Hörru, það er einn að senda hérna. Ég er búin að gleyma þessu. Hvað? Já. Við þurfum náttúrulega að draga hver á að tala dónulega. Já, ok, hvað er með, give me the goddamn bowl. Ég ætla að skrifa nöfnum það hérna. Já, ég draga aftur það. Það er mér að kenna ef ég dreg mig aftur. Ég veit ekki, hvernig vil ég hafa þetta? Hvað er mest fyrir? Ég er að skrifa nöfnin hérna. En að láta hérna, Settu ég í- dreg alltaf og ég er ekkert aðeins lofið, dreg alltaf mig. Látum hérna Stonefucker. Steindi, þú dregur fyrst á. Ég til að draga. Ok, hvað eigum við að hafa fyrst? Ég kom með nöfnin hérna í lofan, hvað eigum við að hafa? Sá sem að hann dregur fyrst, hann þarf að tala dónulega. Tala dónulega. Síðan setna er Svo er það fórnarlambi. receiving end, Ok. já, sem er Já, ég draga fyrst. Já, ég Ég kem með hendina, ég skal bara koma með hendina Rósa yfir. til að sjá Steinda tala dónalega núna. Ok, þannig að það sem að þú dregur núna, það er sá sem að þarf að tala dónulega. Valdi 100% mig. Steindi, please, Steindi, please. Auði. Nei. Aldrei er það Steindi. Auði talar Nú dónalega. Staðfest. Þetta er win-win, nú getur ég alveg verið á receiving end eða ég er með Já, sín. þú vilt þetta ekki vera á þér í receiving end. Það er hræðið. Akkur lætur það sé mikið Nei, vesen. það er ekki mikið vesen. Ég Það er hef bara glata. Það er Ég hef glata. hálftíma til að semja þetta rusl. Já, ok. Já, vikur á ég að tala. Þetta er í lokþáttar. Láttu að ég draga það. Nei, Steindi, Ég ætla ekki ég að dreg Steindi mig draga bæði. Já, ég get Ok. alveg dragðu. Já. Hérna. Ég er svo sem alveg saman hvort ekki. Steindi. Steindi, já, ok. Ég slapp ekki. Ég slapp aldrei. Nei, hvernig væri að þú myndir tala dónalega um sjálf? Ég hef aldrei. Nei, þú ert stikk frí. Ég hef aldrei Hvílík sloppið í þessum dagskalið. Staðfest. Þá með jólabjór. Það gæti orðið þannig að ég myndi gleyma þessu núna. Nei. Nei, ekki Ég ætla aftur að minna á þetta. Nei, nú vil ég bara halla með stólum og láta Poop tala dónalega við Ég þarf að semja það eitthvað. Sko, þetta verður 10 mínútur í 6 og eftir. Þannig að hlustendur Nei, þurfa akkur 10 mínútur í 6? Þetta er lók þá, hann þarf hálftíma. Hann verður að fá hálftíma til að Já, skrifa. hún er 5 mínútur yfir. Yes. Já. Það er að steindist Jóhanna Guðrún rétt á mætinu. Það mun blöð að segja, við erum að falla á tíma. Nei, við þetta verður í þettinum. En bara Hvað, viltu að ég tali dónulega við Það er bara að fá smá Móðulegt tíma. æstur. Talaði mjög dónalega við hann. Já, ég veit ekki hvað ég Nei, er hérna, ég þekki ekki þetta. það, ég er enda pyrraðar eftir landsleikin. Ég geti látið að heyra það. Gæðu með það gamla skólan. Bara sveimi það. Gerðu þetta bara. Ímynda bara að setja að tala við konar þetta. Það vantar í þetta. Vantar allt hjarta í þetta. Það er einlægni. Við förum í þetta eftir. Það er eins og að komið á dagskarlið sem að, já, við hræðumst mest í þessum þætti í og stendi. Það er spurningkjarni Gilsana sem að, já, Ég er var eitthvað. ekki í síðustu viku. Og ég er 1-0 undir. Já, þetta er King of Playing Games. Já, King of Playing Games. Því að við erum að gefa út game. Já, partískjær. Þannig að hugsaði bara, herri, tengja við spilið. King of Playing Games. Mjög sniðut þegar. Þú ert rosalegur marketing Thank genius. you. En málega er þetta mjög skrítið þegar Steindur kom með punkt. Já, hann sóttum sem baðvörur að því En hann það er elskar gott að júlur. fá samt svara þér, blöð. Nei, ég hef aldrei sóttum sem baðvörur að því ég elskar júlur. Elskar júlur það mikið og þú sóttu vinnur sem baðvörður? Nei. Ok. Steindi? Já, hvað? Ok, Já. punktur. Nei, þú varst búin að Já, gefa mér ég veit, það þetta er bara að fá þetta staðið Já, nei, staðfest, ég var ekki eins og að segja Þú sagði steindi, ég sagði Næsta spurning. Ég var ekki að segja já með spurningunni Ok. Ég sótt ekki Ok. vinnu fyrir til þess að vera starra á júlu Sko, það er Ég vildi bara fá laun og ég hafði ekkert mikinn option Ég er ekki háskóla sko. Nei. Það er 1-0 fyrir Steinda. Og leikurinn ekki sem byrjaður. Já, hann er byrjaður. Já, hann er byrjaður, það er Hefur 0-0 spilað tölvuleik on the line annarkvort með landakös eða svest to mouth? Rétt, Nei. staðfest 2-0 fyrir Steinda. Já, hann er King of Playing Games.
Aldrei spilaði eitthvað flippi? Nei, ég er rosa lítið eitthvað að spila online sko. En ég spila tölvuleiki við á báða. Við vorum saman í Championship Manager og þeir skriðu út eins og heimaða mér að því ég hrækt og reðast á skjáin og mamma brjálaðist. Og NBA Jam, ég hef verið að spila við í svona 10 klukkutuma straight í NBA Jam. Ég er enda sannlega best NBA Jam leikmaður. Ég veit ekki hvort sé ennþá. Hvað voruð í NBA Jam? Æ, mig auðvitað, hann er rosalegur í NBA Jam, ég gef hann það alveg. Var það? Ok, ef þið langar að fara til Atlantic City to play games and party hard, gerur það bara? Það var þannig, það er orðið aðeins erfiðara núna, ég veit ekki hana. Party hard. Ef þið langar að gera það? Í dag er það erfiðara en já, það hefur verið þannig hingað til. Þú verður að fara á til að play games and party hard. Já, ég er farið á til að play games og party hard. Ég er hann yfirleitt með mig að ég er bara til í allt sem lengi sem ég fæ leyfi. Þannig Hvað er það leyfi? Nei, þú veist, þú þarfst að bera þetta undir nefnd. Ég er ekki bara að heyra aðstöðvinni, ég farið bara á morgun til Atlantic City. Þú farið 12 sinnum, þannig að vantilega að fengi leyfi alltaf. Já, nei, máli er að við Þetta er punktur að báða. Þú mátt ekki gleyma því, Egill, að þú varst í þeirri ferð. Ég mista bestu ferðinni þegar við vorum mökkaðar í sundlaugapartíu. Já, það var í Vegas. Og frábær hugmynd hjá mér að sleppa þeirri ferð. Við þrír fórum einu sinni. Það voru paraferð. Við tókum konunda með til Atlantic City og eftir það þá sáu það bara, ok, I'm never going here again. Þannig að það er ekki, þegar ég segi, ég er að spáði að fara til Atlantic City í strákunum, hvernig líst það? Er ekki lagi hendi mér þetta? Jú, ekki, skiptir engum. Það er enginn að spyrja hvort það með koma með. Nei, ég veist, en það væri annað bara, ég er að spáði að fara, við erum að fara til einhvert aðra land bara. Þið viti að þeim langar ekki með. Þannig að það mun aldrei koma, okkur með ekki koma með. Báði fengur punkt. En málega að 3-1 við steinda, hann er með dominating lead. Hefur verið player og talaðu meir en 2 gellur á sama tíma? Jesús. Hvað verður Þetta er kannski þið voru orðlausu og horny. Ekki tala núna þegar þið eru báðir happily married sko. Það verður að tala Það er kannski 3-4 glugga opna. Veist? Maður þurfi ekki að taka á sig punkt þarna. Ég veit það ekki. Sveið með það. Já, ég væri alveg til í hann að punta þetta. En ég bara Steindi, sex eða rikt sko. Ég væri bara Hættu þessu Egill Einarsson. Ég er að segja við þig að ég bara þú veist, ég var ekki það heppinn að eiga þann option að vera að tala við marga konur í einu. Einn gluggjópin. Já, ég var bara heppinn að það var gluggjópin, já. Félagi minn sem deymur frá neðum Böðokor átt með 20-30 gluggjópna. Herru, já, fáum næstum. Hörru, það er 3-2. Já, herru, ég minkaði munin hana. Hugsaður, okay, I like to party. I'm gonna make a party game. Okkar einhverlega partískjæl, þetta tala um það. Já, Vá, hvað ég var lengi að kveikja á þessu. Ég skildi bara ekki spurninguna. Jú, eftir að tala um partískjæl. Jú, við vorum ekki Ég elskið að party og Já, það er akkurat ástæðan fyrir að gera partískjæl. Við elskum að party. En þú veist, við elskum að fá okkur í glas og spila með góðu fólki og það er ástæðan fyrir að við gerum spil, já. Ok Í staði fyrir að play games með gælunum hleypur þá bara eftir þeim graður og reyður? Nei, það gerir ég ekki alltaf. Gerir þú það? Það er mjög spes að hlaupa graður og reyður eftir einhverju mannesku, bara yfir höfuð. Já, ég veit það var ekki ég sem átt að fá punt núna. Nei, átti ykkur að fá, varstu búin að eyrnamerkja punt á þetta? Nei, ég veit ég bara, menn bara varstu hreinskil? Já, er ekki allir hreinskilin hérna? Já, það er bara satt. Já Endar á einhverju samgómu. Þú varst að einu sinni einhverju meðstöðu það ekki? Einhverju rugli. Já, var ég reyður hlaupandi ferðum með það? Varstu það? Þú varst ekki reyður. Og í fyrsta lagi Það er þess að spurninga aftur. Já, í fyrsta lagi hvernig var þetta búin til þess að play games með gælunum hleypur þá bara eftir þeim graður reyður? Það er 4-2. Nei, ég fæ ekki bóta þetta. Hætt að dodja undan þessu. Hætt að vera með mér. Sko málega, Egill, ef þú myndir nenna einhver tíman að tróða inn í þessa litlu baun sem með haustum að þér að ég hljóp aldrei neitt. Ég lappaði svo slakur að ég var svo klipt íst út í fyrir skóðingarmitt. Þetta meikar samt pínu stens því þú varst að segja fyrir stuttri Ég hljóp ekki. Nei, þú sagði, það er mjög stutt síðan og ég var ekki reyður. Nei, það er mjög stutt síðan að þú sagði bara ég hef nú aldrei með neina glugga að opna. Svo allt inni heyrir maður bara þú varst bara reyður og graður, hættir að play games og hljópst bara eftir þeim. Þetta meikar svolítið stens. En ég var ekki reyður og ég var definitílega ekki hlaupandi. Þannig að ég bara næ ekki að haka í nógu mörg boxarna. Og ég var ennþá yfir, það er 4-3. Nei, það er 3-2. Nei, það væri 5-3 ef þú fengið punktarna sko. Þekkir ekki stígin eða? Það er 4-3. Er Lói Bergmann að hlusta á þetta kjaftaði? Það er klárum þetta maður. Kemur þetta sama, 3-2 og 4-3. Hefur þú hort
á stöðumalavörð, hrækja á sekt og skella henni í glugganhöður og í staðin fyrir að panika eins og hann almenni gómur hefði gert, riðið þig úr sektinni. Býtu hvernig þetta Þetta var bara ógeðslegt. Nú verði ég að fara að setja að stoppa þig sko. Jóhanna Guðrún er að fara að mæta hérna. Ég get ekki haft svona Hrækja á Jóhannu sekt. Guðrúnu? Já, þetta kemur þetta bara playing öllum games. við. Steindi, svara þessu bara. Þetta kemur öllum við. Já, ég verið að svara þessu og Já, loka veit að svara þessu, hefur þessi stöðumálver hrækja á sekt á Íslandi? Jæja, þetta var spurningkeppni dagsins. Jóhanna Guðrún kemur hér eftir smá stund við skuldum auglýsingar. Það held ég þeir að hlusta hér á FM 95 á FM 957. Þetta lag heitir Tones and I með Bad Child. Jú, þetta er ágætt svo sem. En við erum komnir með geggjaðan gest hér í stúdíu. Já, þetta er rándýr gestur. Þetta er, góðvinnu þáttarins. Hún hefur sungið með okkur þjóðhátíðarlag og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég ætla að fara svo langt að segja bara einn besta söngkona landsins. Er ekki svo besta? Jóhanna Guðrún, ertu velkomin. Okkar allra besta. Já. Halló. Hvernig ertu á, þessum bara... Skalum 1 upp í 10, Jóhanna. Ég er alveg svona 9,5 sko. Er það? Já, vel gert. COVID er ekkert eitthvað að buga þig? Nei, mér finnst þetta bara þetta leiðilegt og allt það en maður bara lifir með þessu. Já. Ertu jákvæðið eðlisfæri? Já, ég held að ég sé svona lausnarmiðuð eðlisfæri. Þetta er bara staðan, skilur við þurfum bara að vinna út frá henni. Já, en þú verður snöggt pyrruð samt eða ekki? Ég er fljót upp, en ég er líka fljót niður. Okay. En ég hef reynd að æfa mig í því að svona aðeins að ég hef þurft með lífið hefur þurft að kenna mér það að svona hafa stjórn á skapið mínu. Já. Ertu keppnismanneska? Það háir mér sko. Það háir. Já, ég fer í ræktina og ég á mjög rætt með að hlaupa hægar en manneskja með hliðina á mér sko. Já, þú ert alveg þar. Ég er alveg þar sko. Já, Jesus. Er það bara að hækka bretti til þess að vera á sama hraða? Hraða. Meira? Já, ok. En að spila með þér? Hvernig er að spila með þér? Það sko, ég er eiginlega þannig að þegar að ég er léleg í ykkur vegna þess að sem barn þá spilaði ég ekki mikið, þú veist, ég kem ekki úr fjölskyldu sem settist niður og var alltaf að spila, við gerðum bara eitthvað, við vorum í hestunum og við vorum í alls konar og ég var náttúrulega bara að byrja að vinna þegar ég var 9 ára sko. Já, barnastjarna. Þannig að já, ég var ekkert mikið í því, þannig að ég er ógeðslega léleg í spilum sem er ógeðslega pirrandi vegna þess að maðurinn minn er sko bara eitthvað svona reynmenn í spilum, þú veist, hann er bara sjúklega klár og ég er alltaf bara eins og ég sé eitthvað þroskaskert þegar ég spila við hann sko. Og ferðaði töðunar? Ertu tapsar í spilum? Nei, ég hef bara svona eiginlega kæft þessar tilfinningar hjá mér vegna þess að ég er bara búin að sætta mig við það, ég verð ekki góð í þessu. Okay, Þetta voru alltaf verið keppnismanneska. Já. Og sko, hvernig leiði þá þegar þessi drep leiðilegi norðmaður Alexander Rybak líklega leiðilegasti norðmaður of all time, það sé sammálu það þegar hann tók fyrst og við tókum silfrið. Þetta er þetta góð spurning Sko, Hvernig leið keppnismanneskjunni það? Ég var ógeðslega sátt vegna þess að ég var bara búin að setja með markmið eitt var að komast í gegnum forkeppnina sem að við vorum búin að lenda Komið 10. þegar ekki? Voru þið ekki síðust inn? Var ekki lesið upp, manni ekki rétt? Jú, það var senasta umslæðin við unnum samt þá keppni, þú veist, við vorum alveg sigurvegarar. Þetta var bara í einhverju röð en það var bara svo Íslandingar gætu haldið Eurovision party, þú veist, þess vegna skipti það mig öll máli að skila vinnunni minni af mér þannig að það geti gerst þess vegna líka bara fór ég að gráta og eitthvað þegar loksins umslæði kom því að, þú veist, aðalatriði sem að ég held að myndi komast áfram komst ekki á, þú veist, og þegar það var bara eitt eftir þá hugsaði ég bara þau eru að fara í gegn þú veist, við erum ekki flottar en þau, sko Já, sem var eitthvað smátt eftir að lesa upp Já. Og þannig að þegar við komumst upp þá var ég bara sjúklega fegin eftir það þá næsta markmið að vera í topp 10 þannig að alveg í öðru sæti var bara sigur, sko En þetta var samt eiginlega líka best fyrir Ísland af því að sko Já, við hefðum aldrei getað haldið þessu Nei, af því að hefður unnið þá hefði allir verið, ok, þú veist að Sturlu Stallir varst í öðru, Sturlu Stallir hefur verið í fyrsta, en svo hefðu allir verið brjálaðir út í þig, þegar allir væri að fara Reikningurinn kemur. Þegar reikningurinn kemur Við varum eitthvað að reyna að halda En ertu ykkur sambandi við Alexander Rybak? Heitir hann það ekki? Heitir hann Rybak? Rybak Alexander Rybak? Hætti að segja hans í löglu, þetta er kannski vinur Nei, ég hef alveg spilað með honum nokkrum sinnum eftir þetta, sko, en þá er hann alltaf á fiðlu og ég er að syngja. Er þetta ákveðst ná ekki það? Hann er Leiðilegur, segðu það bara Ég þekki hann ekki þannig að ég geti sagt hvort hann sé leiðilegur ekki en hann hefur alltaf verið bara mjög almennlegur við mig Hætti að dæma mann, þú þekkir ekki Hann er neitt frábær fiðluleikari Já, frábær Já, fiðluleikari ég er líka frábær fiðluleikari Nei, fiðlan þín er aldrei í sambandi þegar þú ert að spila ekki frekar en, sko, líklaborðið þitt eða röddið Jésús, hversu mikið vesen er að komast í gegnum eina eitthvað fiðlulag Þetta er ekki tengiskrift, sko Ok, ég á bara ákveð að þetta væri en asshole, ok, en fínna áki Ok, I'll take it Ég trúi Jóhannu þegar hún segir hann sér fín En við erum að spila hér
nýtt lag og ég ætla að líka henda þér í hraðspurningar. Við spilum lagið og svo hendi ég hraðspurningar. Eitthvað sem þú vilt segja okkur með lagið, löngu liðin í dagar? Já, þetta sem sagt fyrsta lagið sem kemur út af jólaplötu sem ég að gefa út og kemur út núna 19. november. Ok, já það að koma heil plata. Já, heil plata, 10 laga plata og það eru 5 glæný lög af því að mér langaði ekki að gera bara coverplötu en svo hins vegar jólin eru tími hefða þannig að við erum með 5 eldri lög, eða gömul coverlög sem að Þá með nýjan texta eða? Nei, annarkvæmt bara, já þú veist eins og Ave Maria Kaldalóns þarna, Vetrasól þarna og fleiri sem að fólk þekkir. Þannig að næsta föstudag, næsta viku koma 9 lög þá inn á Spotify. Já. Þú veist veistlega það. Já, þetta er vel gert, lifta íslensku þjóðuna þessu upp. Já, akkurat þetta jóla geðvikina. Já, algjörlega, og þetta er slag sem þeir eru að fara að spila núna eftir Jón Jónsson. Já, okkar maður. Og hérna með texta eftir Einar Löfdal Gunnlaugsson og Helgin. Þannig að þetta bara Swears to Mouth eitthvað í næstu lögum, í næstu viku það? Sverrir, já. Hann á afmæli í dag, hann er fertur. Ég veit það, fertur kallinn sko, hann var að Ekki að segja hans jókislega gamall, við erum allir líka gamli. Hann er alltaf gamall og ósköldlóttur. Okkur er það slæmt? Nei, hann er geggjaður. Hann er einn af mínum uppáhaldsmönnum. Hann er geggjaður, en hann er mitt samtilag líka á plötuna. Ok, geggja. Áður við hendur hraðspurningar, þá ætlum við að heyra hér nýjasta lagið með, eins og ég sagði, okkar uppáhalds. Það er Jóhanna Guðrún og löngu liðni dagar. Hér kemur þetta lag fyrir ykkur, kæru hlustundur. Tækni ekki fast. Þetta ekki hérna, það byrja okkur fyrir inn í mitt lag. 10 years. 10 years. Bara á tæknin í 10 ár. Nei, þetta komið það. Það er allir sammála hér í stúdíónu að þetta er hittari og Egill, ef einhver þekkir hittara þá er það við hér í F95 blöð. Það er gott lag. Og líka, þegar maður fær gæsahúð við, fyrstu, aðra og þriðju hlustun þá einnar þetta hit. Já. Það var líka bara komið tími á nýtt geggja jólalag, maður. Já, rétt. Takk fyrir okkur, Jóhanna. Takk. Þá var að Rikki G með þetta lag, þú veist, svona tótalega gott cash inni frá Rikki G. Hann er jólaband, skreitti heima á sig 2. november. Já, það er rosalega skrítið, sko. Og hann bara ekkert skreitti, hann er bara eins og þetta Griswolds eða hvað það heita það í myndinni. Það er líka geggjað, sérstaklega núna. Ertu búin að skreita heima þér? Ég er að byrja. Já, byrja, það er strax skárra. Það er komin útiserja hjá mér sko. Það er 1. des. Ég skreiti 18. des. Já, ég er í 1. Þú náttúrulega ert ekkert jólabarni, ekki neitt. Þess vegna finnst mér skrítið að þú séð að fá gæsaði við jólalagi. Þetta er gott lag bara. Þetta er þetta geggja lag. Ég elska jólin sko. Það er mörg léleg jólalög, mjög mikið til það. Þetta er good shit jólalög. Já, og það er líka svo geggjað að þú nærð að gera. Þú getur ekki fengið betri dóm en að þetta sé good shit jólalag, Jóhanna, til hann ekki með það. Þú nærð að gera jólalag sem fer inn í rútínuna með öllu svona gömlu klassísku. Það er geggjað. Það var nefnilega svolítið það sem okkur langaði opaslega til að gera. Það er ekkit auðvelt að gera það. En þess vegna vildum við hafa helmingin orginal. Þetta er bara svo með bíómyndir, maður getur ekkert nefnt margar nýjar jólamyndir sem eru komin í rútínuna sko. Nei, það er þetta rétt. Þetta er alltaf bara Die Hard og hérna Home Alone, þetta er bara gamla góða. En herðu, við ætlum nú ekki að sleppa Jóhanna á eins að banka staðins í henni. Við erum með hraðaspurningar tilbúnar og Jóhanna, þetta er, þú þekkir reglur, þú varst bara að hreinsa hugan og segja það fyrsta sem þið dettur í hug. Þannig að ég er strax svona stressu, ég er keppnismanniska sko. Já, þú getur ekki unnið neitt. Bara segðu það fyrsta sem bara poppar í hugan. Við erum að reyna að fræðast aðeins um þig núna. Til 1, 2 og uppáhaldsbíómynd. Nei, ekki að fyrstu. Gottfæður. Uppáhaldsmatur. Pasta. Hvað fyrir mest í taugarnar á þér? Leiðilegt fólk. Hver er besti söngur í Íslands? Sverrir Bergmann. Vá, hvað kveikir í þér? Dans. Uppáhalds sjónvarpsþættir. Good Girls. Good Girls? Ég veit ekki eins og hvað það er. Hvort myndir þú sofa hjá hrút og enginn frétti það eða ekki sofa hjá hrút en allir halda þú að gera það? Ekki sofa hjá hrút. Segðu satt. Ég lofa. Já, allir halda þú að gera það? Já. Ok, besti matur í heimi? Besti matur í heimi, ítalskur. Með hvað liði heldur í ensku? Engu. Horfur ekkert á fólta? Nei. Ok, hvaða dýr finnst þið kynnt og hvað finnst? Hvað dýr? Hvað dýr kynnt og hvað finnst? Hvað finnst í hugan? Hestar. Ef þú mættir taka dúett með hverjum sem er í heiminum, hver er þið fyrir valinu? Celine Dion. Vel gert. Og hefur einhver sendið dick pic, kom svo einn í lokin? Já.
Það er skemmtilegt. Ekki segja mér að það veri Richard. Það er ekki ólíkt. Það er í því sko. Því miður, þá slepp ég örugglega ekki við það frekar en aðrar konur. Já, en ef þá er ég ekki bara að tala um dickpic, en ertu að fá skrýtna posta að senda reglulega? Já, þeir eru samt koma yfirleitt frá, þú veist, Tyrklandi, sko, þessi brjáluð, þú veist, það eru sum lönd sem eru bara svona Eurovision. Já, sem við bara ennþá að senda þér á fullu. Já. Ok. Tyrkin er svolítið í liðmyndunum. Já, við náttúrulega erum búin að velta mikið fyrir okkur þessari mynd þarna sem Richard hendu upp. Það náttúrulega við erum ennþá átt okkur á formúlunni, hvort að menn séu þetta... Það ætlar að spyrja hann að því, eða? Hvort þetta hafi verið... Nei. Richard sendi ekki þessa liðmynd, það er okkur Tyrki sko. Jó, þetta er einhver ágættu spurning. Þetta er nú F95 blöð. Þegar þú fær svona skrýtna mynd, eru menn að flagga hálna? Já, eru þeir í hálfröðu eða er stemming í gangi? Það er stemming sko. Það er stemming, Með þessum fallegu orðum ætlum við að kveðja okkar uppálsöngur í Jóhannu Guðrúnu. Herru, platan, hvernig kemur platan? 19. november 19. november og þú fer beintir á Spotify og það er jólaplatan í ár. Já, takk bara fyrir okkur og til að hafa mikið með plötuna og lagið. Takk fyrir mig. Við þökkum Jóhannu Guðrúnu aftur kjallaði fyrir komuna. Alltaf geggjuð. Já, hún er skemmtilega. En, já, bara geggja lagið, no joke. Maður segir oft svona fyrir fram að gestin bara, vá, hvað er flottlega, mér minnst það geggja. Já, ég er búin að taka nokkur reynsli í dag og maður þekkja... Við erum huge fans. Já, ég meina, þetta er besta söngkona landsins punktur og ég ætla bara að fullið það og ég hlakka til að heyra restina. Já. Herðu, hvað er að fara í núna félagarnir? Varst þú, byrju okkur segir hvað er að fara í núna félagarnir og varst að öskra hvað ættum að fara í? Ég var að fara í að tala dóðal og ég get fengið með síkó á með hana. Já, það er svolítið að klára það bara. Ok, ég spila að koma vel fyrir. Ég samt sko, ég fannst ég fekk full lítinn tíma til að semja þetta samt. Þetta er þetta ekki svo flókið sko. Já, ég var nú ekki búin að hugsa þannig. Það verður að vera lagundir, já, það er kannski skemmtilega sexual intercourse, skilu og þetta búið til sexy vibe svo ég hef verið að gera. Þetta hefur ekkert verið neitt rosalega sexy vibe hjá þér Egill sko. Ég var alveg skrifilagið sem er mjög sexy lag. Mástu að William Baldwin fór á súluna? Já, ég manni því. Hvað ég veit ekki, hvað lag ég setja? Ég menna þú vantar út króksari eða með krít eitthvað skrítið. Ég myndi aldrei stunda kynlíf með krít. Það er ekkert eitthvað lag sem gerir með horni. Hvað þá, ég sé bara setja það undir þetta með stein. Þetta er líklega Bon Jovi eða krít. Það er bara hugmynd sko. Já, ég fer bara af því að ég er í vondu skapi, eða svona eftir landsleikin. Ég ætla að láta það bitna þess á steinda. Ég er bara að fara bara í þetta hérna. Hvað, Rammstein eða? Nei. Ég er bara að fara bara í smekk með bitch up hérna. Jésús, það er ekki alltaf lag undir hérna. Byrjar ekki vel hér að ná. Þetta verður stendur að fá alveg mög nú held ég. Mér fannst ég fá full stuttan tíma til að semja þetta. Þetta er helviti hart lag fyrst mér. Þetta líka erum alltaf að drögum bara með viku fyrir bara helst takk. Já, þetta á bara sko, mér finnst eiginlega bara næst á steindi bara að semja þetta. Er þetta ekki of hart lag? Hvað viltu fara í? Hvað viltu að vöndu? Þú mátt velja. Ég bjóst við ykkur mikra. Steindi, þú ekki bara þegja núna? Það er hann sem er að gefa þeirra núna. Hættu þessu maður. Ég er ekki með, ég skal bara þegja. Fáðu bara síkó og slaka á. Klára þetta. Ok, tilbúin. Já. Ég veit ekki hvað þetta er svo óþægilegt eitthvað maður. Þú segja margótt. Ok. Helviti hátt í þessu hjá það maður. Nei, þetta er mjög gott. Ok, tilbúin. Settu þessa tvo klaka upp í fyllibitaðin. Jésús. Og kingdöðin. Rýparast. Farðu á 4 svínið þitt. Jólin koma snemma í ár. Fyrst er þetta svona fyndið. Báka fælt að bara sitja og hlæja það. Þú verður nú ofta seitt fytulungurinn, en þú kemur snemma í kvöld. En þú veist, þú átt ekki að vera kallið fytulung. Þú átt ekki að gera það. Þú átt ekki að vera drullið um mig. Þú átt að gera mig æstan. Ég á að tala dónalega við þig, ekki? Jú, og þú átt að gera mig þú átt að gera mig. Þetta er allt óþægilegt bara sem við þetta, sko. Lægið undir og mér finnst óþægilegt að lesa þetta, sko. Lagavalið er skrítið. Hvernig var síða þetta, Ótti? Hvernig var síða þetta, Ótti? Þú ert nú ofta seitt fytulungurinn, en þú kemur snemma í kvöld. Þú kemur snemma í kvöld. Jésús. En ég er að segja þér, að þú átt að... Það var að koma Gay Station 5. Taktu þessa fjárstyrningu upp í þig. Og ég bara rasta. Herru, hvað er þetta? En þetta, veist það þess að þig?
hlustaði Það er stöðumælasegt sem þú vart að greiða núna, majónesið, niður á nýja Jésús Ég veit ekki hvað Nei, þú ert að falla í sömu Það var að kallaði majónes sko Það var að kallaði eða finna sér í hitt sko Nei, ég veit ekki Jésús, það finna svo heitt Þú ert að miskina þetta Þú ert að fara á Vagnars Egils Hann er bara að gera svo að gera þetta Já, þú, sko, það Þú ert eini sem er miskilað þetta konstant sko Já, ef tala dónulega á að vera móðgandi fyrir einhvern Þá ertu að geta rétt Hann er ekki að móðga Hann er ekki að móðga mig En hann myndi móðga einhvern Þegar fólk tala dónalega við hvort annað Það er stundum með að safe word Fattar þú? Þannig að bara um leið og þú segir 3 stigar þá verði ég að hætta Heldur að fólk sé að tala dónalega við hvort annað og segja hvað sé frábært 3 stigar? Nei, ég veit Viltu að safe word, Stendi? Ég á ekki Ef þið líður illa, þá bara hendur í það Já, það er 3 stigar Þá veit ég bara því Ég veit Þetta er agalegt Mér finnst þetta bara alltaf alveg óþægilegt Verður ekki bara að hætta með hennar leið Skilur mig núna, þetta er viðbjóðslega óþægilegt Hvað ástu með þetta? Ertu með eitthvað í lokin? Þetta, ef þú vilt ekki heyra eitthvað ljótt um þig þá er þetta allt einhvern veginn þannig Hvað ertu með? En ég held að fattir ekki Stendi þetta er miklu erfiðara sem blöður að gera að semja þetta og segja þetta við þig Þetta, málega það I wasn't turned on Nei, áttur að vera það Já, það er tilgangur Varstu turned on síðastlega á vöðingjanum? Nei, alls ekki Ég hef bara aldrei á eða mér verið ég bara lítið til í tuskið þegar þú varst með þetta Herru, þetta, hvað var síðasta? Kláraði þetta? Það er ekkert rauðinu kvöld Þú færð hvítvin framan í þið núna Já, ég veit ekki allt eitthvað 3 stigar bara Rauðin og glaggar eitthvað Ég var að reyna að vinna með það sko Þetta eru 3 stigar Býtu, fórstu beint í safe word Já, ég fór En að þegar þú segja sagði 2 klagarblöð, varstu að tala um your nutsack þá? Já, hárið til þess Herru, já Hvað, þú er eftir klárið Það eru bara 27 En, býtu, ok Þegar við förum í þetta næst Þá vil ég fá að vita það núna Ámar ekki vera, er þetta ekki, veist Er ekki fólk að niðurlega hvort annað? Þú skilur þetta, Steindi ekki að ná Ef við talk dirty Er þetta ekki svona nett BTSM bara Er kottu og skrittu hinga ræðvillin Ég hef aldrei heyrst að í talk dirty að fólk sé að niðurlega hvort annað Nei, ok Ég held að það sé nýtt teik En ég minna menn gera Herri, ég ætla að lækist sikkun og Það var rosalega gott Ef að Steindi myndi bara fá einhvern tímann Hann getur bara, hann er rosa klár í þessu Hann er rosa stefnræðingur Þá er það allir að tala dónalega við mig að þig Já, ég var bara rosalega til ég Það er ræðilega heppinni sem drætti það Ég er ekki sérfræðingur í því En ég væri með annað teik Ég get lofað ykkur því Æ, herðu þetta, ég reyndi mitt besta en Þú stóðstu jafn illa á ill En það er gert það bara og gerir þetta hárrétt Mástu annað með þetta? Já, það er mjög gott, ég hætti glæna með rauðvin og hvítinni Það er mjög gott Það er einn bestu vinur þáttanins á ammali í dag. Hann er fertur í dag, hann heitir Sverrir Bergman og nýbúin að gefa út lag með DJ-inum Klaas og það heitir Fever og mér finnst þetta lag þetta er bara mitt uppáhalslag í dag no joke, það er ekki bara því þetta er Sverrir Bergman þetta er geggjað lag hlustu á þetta það er hárétt, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færa ykkur FM 95 blöð og já, eins og við komum inn áður hér í þættunum og þá er rosalegt tilbúið í gangi hjá Keiluhöllinni og það er jólabjór sem fylgir öllum pöntunum á netinu 3 fyrir 2 sem sagt þú pantar og köpir 2 pítsur og færðu 3 eða þú getur keyptið pítsu og fengið hina á 1000 Það er alveg góð díl sko Mjög góð díl og allir sem að versla á netinu geta unnið partískell og það er sama dæmi í gangi hjá fabrikunni fylgir jólabjór með öllum pöntunum og allir hamburgarar á 2000 krónur eða pantið á netinu Besti díl sem ég heist Já, ég er að spara, fá mig bara fabrikunni kvöld, sveið með það Herru drengir, það er komið að augljósum staðum Já, herru, þær hafa nú bara ekki verið lengi og þær eru augljósar í dag maður þótt ég segi sjálfu frá Það er mjög augljósar Já, þær eru svakalega augljósar og eins og alltaf áður við förum í augljósa staðrendir Þú talar alltaf eins og það sé eitthvað svona rosa töff eitthvað Ég fatt það ekki, ég menn ef þetta á að vera eitthvað rosa augljóst þá segir þú bara vatni blöytt Já, þær eru augljósar en það finnst mér Æ, okay. Og ég ætla að fara fram á það að fá bettan í gang, Mr. Selfridge bettan Vá, ég er að fatta núna, ég veit ekki eins og hvað hann er Djöfull er langt sinni fórum í þetta Já, og hlustendur eru búin að vera ít á eftir þessu Býtu, hann er hérna, hann er fundinn Og ég, sko, strákar, það er föstudagur og ég er í gýr Ég var til að hafa hann ekstra háan Já, hann er bara aðeins herri Hann er hæsta hérna Nei, hérna, aðeins Hann er yfir okkur Já, ég fíla það Hann á að heyrast vel í Selfridge Þetta eru eins og alltaf Þetta eru 5 augljósa staðrendir og 1 augljós spurning sem er hérna í lokin Já, sem endar á mér Ég er ekkert endilega á því að það sé spurning sem verður beint í þín Ég held nú ekkert Ég minnst ég vil bara vera ólíklegt Ok
fyrsta augljósa staðurinn dagsins. Og drengir, eru þið klárir? Ég er klár, Egill. Ert þú klár? Ég bara- Þið brá þegar að spurði þig. Málega, ég Þú varst það 20 tölum, þið brá. Ég er mjög pepport að hann sagði að þetta var mjög augljósar þetta. Það eru mjög augljósa. Ok, hún hljóma svona. Þegar þú tippar á lengjunni þá Hvað kom? Sveldist á, bara strax. Þegar þú tippar á lengjunni þá er það ekki tippi á þér sem velur leik. Það var einmitt þetta, ég vissi nákvæmlega hvað var að koma. Þetta voru að hlæja sko. Þú basically, þú ferð út á bensinstöð, þú notar blýjant, hakar í og setur það svo í einhvern kassa og þá kemur seðill. Þú notar ekki penisinn til þess að velja. Að tippa hefur ekkert með tippið að gera. En það er ekki bleikjónum. Nei. Ef þú vilt láta mig hlæja og segðu bara tippið að Já, það þarf ekki meira. Já, það virkar. Ég verð að hlæja þig. Já, ég veit að því. Þá er það önnur augljós staðurinn dagsins. Og hún hljóma svona. Og haldið ykkur fast. Gírafar fara ekki í leikhús, þá myndi engin annar sjá sýninguna. Strákar, Þetta er skemmtilegt, þetta er svolítið fyrir krakkana sem er að hlusta. Nei, þú veist alveg akkur þetta er. Af því að þeir eru með langan háls. Já, og þú get ekki svona keft miða. Ef það væri gírafi á fremsta bekk í leikhúsi, aftasti kunni myndi líklega ekki sjá. Nei. Þeir eru sko stórir. Þeir eru stærri en maður heldur. Ég sé það. Sérstaklega ef að gírafinn var í einhver einasta sæti í næstu röðun. Já. Akkur þú að peppin? Nei, það er góður punktur Egill. Þessi er í miklu uppáldi. Og hún hljóma svona. Þetta er þriðja augljósa staðurinn dagsins. Það hefur engin hamstur leikstýrt rómantískri gamamynd. Þetta er 100% af því. En okkur er romantískri gamamynd. Okkur segir ekki bara að það er ekki hamstur leikstýrt bíómynd. Af því að það hefur ekki hamstur. Nei, ég meina, hefur einhver hamstur leikstýrt spennumynd? Hefur þessi notebook? Já. Það var ekki hamstur sem leikstýrði, sko? Nei. Hvernig var hann að tala við leikarna? En byrju, var hamstur sem að leikstýrði Mission Impossible eða? Nei, ekki heldur. Hvernig var hann að tala við heldur að Tom Cruise myndi taka við ykkur skipum frá hamstur? Þetta er ekki þannig. Það er heimskur. Nei, ég er ekki heimskur. Af hverju segir þú romantískri gamamynd? Af hverju segir ekki bara að það hefur aldrei neitt hamstur leikstýrt bíómynd? Já, ekki romantískri gamamynd. Nei, bara engri bíómynd. Nei, og ekki heldur romantískri. Hvað er tregur það? Er ég tregur? Já. Fattar ekki hvað ég er að segja? Ekki neitt. Af hverju það skilgreinda með romantískri gamamynd? Af hverju segir ekki bara bíómynd? Jésús, hvað skriði upp í raskataður? Ef þú hefur séð hamstur leikstýrt Það eru af því að Sverrir Bergman á nú afmæli í dag. Manstu þegar við vorum bara 3 í AC, ég, þú og Svessi. Voru ekki okkur bensinstöðu það? Nei, við vorum á kasinónu og Sverrir Bergman var hann svo þreyttur á þér og kjafturinn í þér, svo stóðum við allir inn á baðherbergi að pissa og hann loksins gafst upp þar og öskraði Egill haltu kjafti. Þá tók Egill bara frægustu línu í okkar vinskap, okkar tryggja. Býtu, hvað skreiði upp í raskati á Tiny Little Baby? Pelinn hans eða? Sverri var svo reyður hann. Já, hann var eitthvað reyður úti. Málega þegar Svessi kominn sko, þeir eru búin að fá sig hann svo mikið, þá verður hann aggressiv sko. Já, ég hef búin að vera að tapa eins á borðunum. Herðu, ég ætla nú ekki að vera að trufla leikin. Hann hefði ekki lesið þegar það búið að ganga vel í Nei. Ef hann var í sjóð heitur þá var ekki leðilegur og hann grenni á lodri. Það var bara að sparki hraðbanka þetta. Herðu, þá er það fjórða augljósa staðurinn dagsins og svo er ein spurning. Ok. Hún hljómar svona: Snákar kunna ekki hjartanóð. Af því að þeir eru náttúrulega ekki með hendur. Skilur þú? Það kom bara þögn. Já, Voðalega fannst þessi léleg. Nei, Egill það ekki rætt. Ef þú myndi fá hjartaáfall. Það var helviti góð. Ef þú myndi fá hjartaáfall og detta niður, það kemur snákur, hann geta ekki pumpa í þig. Ákveður segir þess að það var heldur góð. Það var mjög góð. Já, hún fannst þú góð, þegar hann veit að snákur ekki með hendur. Þú bara heimskur í þetta. Snákur myndi vefja sögðan brjóskassan og svona í snöggum hreyfingum Góður punktur. Já, það er enda. Hann gæti það. Ég hef nú ekki séð það. Nei, en það væri hægt. Við technically, ef hann væri mjög klár. Þannig að þá er þetta ekki augljós staðreynd. Jú, Nei, hann er ekki með hendur. Já, ef hann vefur sig um þig og byrjar að pumpa. Já, ok, þá gæti hann aðri í gang. Það getur verið vafamál, ég veit ekki það alveg. En ég líti á það sem mjög augljósa. Þá er það 5. augljósa staðurinn dagsins og það er augljós spurning. Já, síðast það ekki. Jú, og mér sýnist hún vera til þínuðun. Yes. Ok, hit me. Ertu klár? Já. Hvað er sameiginlegt með pappaðinum? Okkur alltaf, þú ert alltaf með mömmu og pappi. Já, hvað er sameiginlegt með Kittabrits og rótinni Karlkins rottu? Það er eitthvað sameiginlegt.
Ég bara finn ekki neitt þegar reynskil Viltu giska? Já, bara rotin rotta og pabbi minn bæði mjög öruggt með að tala tilfinningar sínar Já, en ég ekki að leita því Nei, það eina sem ég veit hvað ég sammeilegt Því að pabbi minn á ekkert sammeilegt með rotinni rottu Jú, staðfest Og hvað? Viltu vita svarið? Gefstu? Já, ég lungu búin að gefast upp Þú eru báðið með penis Æja, herðu þetta var frábært Ég ætla að slökka á beddanum Rottupenis og mennskanpenis Er þið báðið með penis, ja? Penis Þú eru báðið með penis Finnur þú hvað það deyr þegar beddið Já, beddin hjálpar sér svolítið En þú var að sleppa beddanum eftir hann Það var bara enga bedda Ég þetta alveg til ég Hann hjálpar Herðu, já það voru ágættar í það í dag Já, voru góða. Byrja sterst Gíraffi var geggjaður Gíraffi var geggjaður Ég veit ekki með gíraffann Og líka bara, þú veist, hvað sammeilið með pappaðinu og rotinni kalkisrottur Mér er báðið með penis Já, ég er svo sem alveg geta fatt Kalkisrotta með penis Er það bóttið? Nenni að tjekka blöð í kerfinu og þú ert mjög klára kerfinu Hérna, er aldrei ein með skítamóral í kerfinu Já, Hjöppi er búin að byggja það nokkuð Tjekka hvað það sé í kerfinu því að mig grunar að Richard er ekkert með það í kerfinu Herru, drengir, ég var að fá núna e-mail og þeir reyndar líka Við erum allir í þessu maili hérna Frá fulltungl.is Við erum, drengir Við erum í smá vesenni Það góða við að basically allir sem vesla spilið bara til á fulltungl.is það áriðt eintök og það fá allir spilið bara leiðuðu panta þar það er afgreitt strax á mánudaginn allir sem eru búin að panta eru búin að fá spil en við erum í smá vesinni ég geta getur rétt hjá allir að við skitum svolítið með, við reiknum ekki með COVID og við erum kannski með Íslendingar spila á þess fá eintök í þetta en sem er bara, bara jákvætt en vonandi fá bara allir spil sem vilja en ef fólk vil áritað köpi það fer að fulltungl.is Já, og panta sér spil og fyrir ykkur sem eru komið með spilið þá myndi ég fara inn á Facebook núna og fara þar inn á Skellur síðuna þar efst sjáu þið nákvæmlega bara allar leikreglu í stæðin fyrir að lesa þær þá er ég búin að fara yfir hvað spili gengur út á þannig að tjekkja á því þá kann það spili ég veit að það eru 600 mann sem fara að spila með helgina Já, og ímyndið eitthvað það að þú veist, ef þú setur út með 5 mann sem eru að spila setur basically vídeo á sem eitthvað á 10 mínútur eða eitthvað setur það bara á kantinn og þið horfið á það saman og það kannt að spila þá bara getið að byrja og endilega takkið okkur inn eða að spila um helgina og það er stemming það er gaman að sjá á Facebook á Instagram repost skills er komin í gang I repost everybody það er bara takkið mig þið fáðu repost annars er komið að gera við erum allir búin að lofa því að delivera repost hvað ætlaði að gera um helgina ætlaði að hella í ykkur svona minn er eins ás á morgun þetta er blöður eins ás á morgun Þetta er flennis einsás Já, rosalegt Hann er að vinna þetta 15 ár Fljótt að liða maður 15 vinnur þetta svona 4 Hér á FM Þannig að ég er með barnamæli á morgun Sko ég bæði með barnamæli á morgun Svo er ég að fara í 7 mann amæli Það er verið að passa alla reglur Málega, þetta alltaf að passa Það var vel að bjóri í barnamæli Ég hef alltaf vel að beer í barnamæli Þú vorst að tala við Nick Nolte hérna sko Þú vorst ekki að neina ráð að gera því Það verið Jóla Túborg hérna á bóðstofnum sko Er okkur ekki bóðið í dammali? Nei, þetta er COVID Bara fjölskylda Mjög lélegt blöð sko Mjög lélegt? Já, ég myndi mæta með grímu Það var ekki ég sem átt einhverja leðublöku og stoppaði þetta sko Nei, ég vilja hitta Tetta og gefa henni gjöf Ég ætla að vona þessi sem átt leðublökuna Vona þessi dauður Við vonum að þið er góða helgi kæru hlustendur Við verðum mættir hér næsta föstudag Með fullan bát eins og Ég var á skilabóð svona 7 mínútur síðan Út af því ég lendi 3 sinnum í top 10 í Pókamóti höfðingjast þá fæði ég celebrity appearance á lokaborðinu á sunnudag Ói, mér langar að vera með maður Þetta er ekki góða fréttir Ég ætla að taka það niður Ég fór í 12. setið eitthvað best En ég myndi lifra fyrir okkur Ég kíkti Ég tók þátt alltaf hjá höfðingjar Sko, klukkan orðin 6 Ég þarf að kveðja drengir Við þökkum kjallaði fyrir okkur Við erum mættir hér næsta föstudag í Bullandi Gýr